Komið sæl og blessuð og velkomin að rauða borðinu á þessu milda mánudags kvöldi. Við viljum að fjalla morð á blaðamönnum, hávaxta stefnu, menntamál, Gunnar blaðasala og marathón, sé eitthvað sem nefnt. Við viljum að enda þáttinn á því að heyra í 3 ungum hlaupurum sem þreyttu frumraun sína í Reykjavíkur marathónunu helgina. Þeir heita Kári Hlíðberg, Kári Baldursson og Starkaður Björnsson. Það aukið áhyggjuefni í grunnskólum borgarinnar hver nemendahópurinn orðinn skiptur eftir hverfum. Þetta segir Ómar Örn Magnússon, hann skólastjóri Hagaskóla og ræðir ýmsar áskoranir menntamála og jöfnuð sem við viljum öll fyrir börnin okkar, hvar sem þau búa, í hvaða skóla og hvaða skóla sem þau stunda. Nú, Gunnar Gunnarsson, þið kannski kannast við hann því hann var lengi blaðasali í borginni. Hann glímir við fötlun sem lýsir sér kannski einna helst í því að hann á svolítið erfitt með að tjá sig og svolítið erfitt að skilja. En á bakvið þessa fötlun býr frjór hugur og sá hugur fylgist vel með og hefur skoðanar á mörgu. Og Gunnar Smári ræðir við nafna sinn hér á eftir. Nú hafi mikið verið rætt ensku og íslensku kunnáttu menntamálaráðherra undanfarið, hvað uppbyggilegt í þeirri umræðu og hvað gæti verið pólitísk atlaga eða jafnvel valdbeiting. Eru leiðréttingar og aðfinnslur dæmi valdhroka. Eiríkur Rögnvaldsson ræðir málin í spjalli við mig. Og Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR, hún ræðir við Gunnar Smára hávaxtastefnu Seðlabankans og niðurskurðarstefnu ríkisstjórnarinnar sem hún segir að grafi undan lífskjörum almennings, ekki síst ungs fólks. En þáttinn í kvöld, nú rétt á eftir, hefjum við á samtali Maríu Lilju við formann Blaðamannafélagsins. Sigríður Dögg Auðunsdóttir slegin yfir þeim hörmungum sem blaðamenn á Gaza þurfa að þola og hún segir löngu orðið ljóst að sannleikurinn sé orðinn að skotmarki Ísraela. Eftir andartak hefst þátturinn fyrst örlítil skilaboð. En ég minna á það að ef þið hafið ekki hrundið því í framkvæmd að gerast áskrifendur að samstöðinni, endilega lítið við á samstöðin.is, skrollið niður, finnið hnappinn áskrift og lengið líftíma okkar eða gerið dagskrá okkar betri með virkum stuðningi. Eftir andartak drepnir blaðamenn á Gaza. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Sigríður, fylgistu með því sem átti sér stað á Gaza? Já, það nú varlega annað hægt bæði vegna þess að þetta snerti mann svo mikið. En líka bara vegna þess að sem betur fyrir eru þó fluttar fréttir af því sem hann í gangi og svona snertir mann alltaf sérstaklega það sem snýra blaðamönnum, kollegum okkar þarna úti og þessum hryllilegu aðstæðum sem að þeir búa við og þeirri lífshættu sem að þeir þurfa að setja sig í til þess að geta upplýst heiminn það sem þannig í gangi sem náttúrulega eitt af mikilvægasta í dag að heimurinn sé upplýstur þennan hrylling og það náttúrulega það sem að gerast. Það ekki takt að taka fyrir það og Ísraelsstjórn getur ekkert neitað því að vera
að svona beina spjótum sínum sérstaklega að blaðamönnum. Það augljóst og alþjóðasamtök hafa bent á það að það fer ekkert á milli mála að það verið að markvisst að gera blaðamenn að skotmörkum til þess að þagga niður í þeim. Það engir erlendir fjölmiðlar og fréttamiðlar eða alþjóðlegir sem að fá að fara þarna inn. Þannig að það eru bara fólk sem býr á svæðinu sem að getur fjallað þennan hrylling og tugir, hundruð blaðamanna myrtir á svona skömmum tíma á svona litlu svæði. Þetta náttúrulega bara hryllingur sem að bara á ekki eiga sér stað. Maður bara slegin yfir svo og miðsinn yfir því að þurfa að lesa þessar fréttir dag eftir dag án þess að heimurinn bregðist við með nægilega sterkum hætti. Og við vitum náttúrulega það að sannleikurinn náttúrulega það fyrsta sem deyr í stríði og þetta náttúrulega bara hlut af því svona þeim tækjum sem að Ísraelsmenn beita að svona útrýma sannleikanum að reyna að koma í veg fyrir fréttaflutninga af svæðinu. Þannig að það kemur þeim illa að alheimurinn verði vitni að því sem þarna í gangi. Þið gerðuð, ég sendi frá ykkur yfirlýsingu núna fyrir stuttu, hafið fengið ykkur viðbrögð það sem þið, svona hvöttu stjórnvöld til þess að bregðast harðar við, gera meira, sýna svona meiri dug. Hafið þið heyrt eitthvað að það sé í pípunum hjá þeim? Nei, við höfum ekki heyrt neitt frá stjórnvöldum eftir að við sendum þessa áskorun frá okkur en við fengið mikil viðbrögð bæði frá félagsmönnum okkar og almenningi og sem var gott að finna að fólki, allavega þeim sem sætti sig í samband við okkur, fólk var ánægt með að við skildum stíga þetta skref og vera svona ákveðin í okkar bara orðfæri og okkar afstöðu og við stöndum bara við það, öll stjórnin stendur að baki þessari ályktun og þessari áskorun og allt félagið, það var mjög harðorð og ákveðin ályktun samþykkt á aðalfundi í vor sem bara mjög samhljóða þessari. Þannig að blaðamannafélagið og félagsmenn blaðamannafélagsins eru allir á einu máli það, finnst mér að það þarf að bregðast harðar við til þess að reyna að sporna gegn þessum hryllingi. Eru þið í svona samræðum eða samstarfi við önnur blaðamannafélög bara í Evrópu eða heiminum og svona samtali hvernig hægt að tryggja öryggi blaðamanna með betri hætti og sérstaklega á þessu svæði? Já, við erum náttúrulega mjög nánu samstarfi við blaðamannafélögin á hinum Norðurlöndunum og í Evrópu í gegnum Evrópusamtök blaðamanna og vorum á fundi aðalfundi ársfundi í Ungverjalandi í júní þar sem var mikið rætt Gaza og stöðuna þar og árásir og morð á blaðamönnum og þar var líka samþykkt mjög harðorð ályktun sem við stóðum að sjálfsögðu með í, tókum þátt í að sjálfsögðu og svo höfum við tekið þátt í bara öllum þeim svona áskorunum og viðburðum sem að svona félögin hafa tekið þátt í. Við höfum verið með svona minningastund hér í blaðamannafélaginu og hvatt fólk til þess að taka þátt í henni bara heima frá sér og það bara við höfum í rauninni reynt að gera allt sem við getum og þó að sjálfsögðu vildum geta gert meira. Er þetta áhyggjuefni hversu valdalaus við erum í garð þessa ofbeldis sem að blaðamennirnir á Gaza búa við? Já, mjög mikið. Það bara tvímælalaust. Þetta það stríð sem að flestir blaðamenn hafa fallið í, hafa verið annarkvort vísvitandi, teknir af lífi fyrir það eitt að vera blaðamenn eða fallið í árásum á almenna borgara sem hafa hitt almenna borgara og Gaza hættulegasti staður á jörðu til að vera blaðamaður í og það hafa fleiri fallið, fleiri blaðamenn
láti lífið í þessum átökum heldur en öllum stríðum í heiminum samanlagt. Þannig að þetta einhver hryllingur á einhverjum allt öðrum skala og ég held við erum eftir að sjá það betur þegar að framleiða stundir hversu miklar hörmungur þetta eru og ég vona innilega að þetta sé ekki eitthvað sem að við erum eftir að upplifa aftur, bara ég get ekki annað en vona það og ég vona að þetta taki enda og ég vona að þjóðir heimsins geti komið saman og komið sér saman leiðir til þess að stöðva þennan hrylling og þá erum við ekki bara að tala gagnvart blaðamönnum heldur fyrst og fremst almenningi sem að þjáist og hefur mist heimili sín og nú nýbúið að lýsa yfir hungursneyð sem atburður sem að bara hefur aldrei nokkuð tíman gerst í þessum heimsluta. Þannig að maður algjörlega varnarlaus, já. En það eina sem við getum gert að láta okkur heyra og við höfum reynt að gera það. Hafa blaðamannafélögin og svona, gert eitthvað svona sérstakar kröfur að komast inn á Gazasvæði? Veistu eitthvað til þess? Svona alþjóðlega blaðamannasamtök með ykkur innan borðs? Já, ég þekki það ekki nógu vel. Ég þekki það ekki og það náttúrulega óbúslega hættulegt svæði að vera á og það að fjölmiðlum sé ekki leyft að koma inn á svæði gerir það kannski það hættulegum vettvangi að það kannski bara ekki óhætt að senda þangað blaðamenn. Annars að ég þekki það nógu vel. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, við höfum svolítið fjallað vaxtastefnu Seðlabankans hérna á undanförnum dögum en sem kunnugt að þá var vaxta ákvarðandagur svo kallaður í síðustu viku og þá ákvað Seðlabankinn að ekki að breyta vöxtunum. Þeir eru 7,5% stýrivextirnir í rúmlega 4% verðbólgu sem að gerir að líklega eru raunvextir stýrivaxta Seðlabanka Íslands þeir hæstu í heimi. Hingað komin Halla Gunnarsdóttir, formaður VR. Þetta tengist náttúrulega mikið kjaramálum, vaxtastefnana. Sömuleyti voru síðustu kjarasamningar aðferð til þess að ná niður verðbólgu og þar með vöxtum. Mjög svo mestir, það mætti skilja það á sumum að það væri meiri ávinningurinn á vöxtunum niður heldur en verðbólgunni í sjálfu sér. Þetta verðbólga náttúrulega gafi undan launakjörum. En Vilhjálmur Birgisson, einn af þeim sem leiddu síðustu kjarasamninga, var hér hjá mér í síðustu viku og hann sagði að þegar að fólk var að meta stöðuna í samningsgerðinni að þá miðað við hvernig raunvextir stýrivextir höfðu verið á þessari öld fram að samningum að þá mætti gera ráð fyrir að vextirnir ætti að vera núna svona í kringum 6%. Þannig að það sem hefur gerst frá samningum að Seðlabankinn hefur gefið í hefur eiginlega hækkað svona viðmiðuna sína hvað hefur verið góðu vextir þó svo að hér hafi ekki verið neinn hagvöxtur í fyrra og það er bara 2% hagvexti spáð á þessu ári. Er þetta það verður alltaf erfiðar að reyna að skilja þessa stefnu Seðlabankans. Hvert hún á að fara? Já, ég sammála því. Áttu þú það hvað markmiðið er? Já, ég meina, maður áttar sig alveg á hvert markmið er. Það er bara að reyna að krista og þannig að þetta verður alltaf lægi, sko. En að krista skuldara svo mjög að þeir dræju neyslu þannig að það verði samdráttur í samfélaginu. Já, akkurat. Og Seðlabanki segir það í sjálfur sér í síðustu viku. Hann segir okkur hefur ekki tekist að krista verðtryggðu skuldarana nóg. Þannig að nú erum við að bíða eftir að vextirnir þeirra hækki. Þeir hækka hægar. Og þegar okkur tekst að kreista þá nægilega þá fer þetta niður og þið verður að sýna okkur þola með við gerum það. Það er það sem Seðlabankinn sagði við okkur síðustu viku. Ég hef verið að benda á það og þessi stefna er náttúrulega algjörlega gengin sér til húðar og
fórnarkostnaðurinn af því mjög raunverulegur hjá vinnandi fólki og hann mjög mikill. Og við tökum kannski dæmi af hjónum sem að festu vexti óverðtryggðu láni í ársbyrjun 2022 og þá voru vextir ekkert eitthvað gríðarlega lágir, það ekkert ólíklegt að fólk hafa verið að festa vext einhvers staðar í kringum 4,7 til 5% eða eitthvað og segjum að þú hefur festað í 4,7% og svo losnuð þeir núna í upphaf árs að þá mánaðleg greiðslubyrði þeirra að hækka sem nemur þau þurftu launatekjur upp á 270.000 krónur á mánuði. Byrðin fer úr 230.000 krónum í 385.000 krónum. Og þetta fer hæglega upp í 2 milljónir króna á ári sem að fólk sem að skuldar bara frá það sem að fólk reiknaði með. Já. Og það var ekkert óeðlilegt að reikna með að vextir yrði ekkert eitthvað, langt umfram 5%. Það var ekki eins og það var eitthvað fólk að halda og Seðlabankastjóri sagði það sjálfur að lágvaxtastefna væri komin til að vera og annað slíkt sko. Og það sem maður bendir þá á í þessu samhengi að sko þetta ekki eins og þetta sé fólk eitthvað að dunda sér á hlutabréfamarkaði og verður bara að taka því að stundum gengur vel og stundum gengur illa. Þetta heimili fólks. Seðlabankastjóri hefur næstu því sagt þetta. Hann segir að þeir sem að búa núna við háa vexti eru það svona að taka út tímabil lágra vaxta. Já, hann hefur sagt það. Og núna fáið þetta í staðinn. En þá má reynda líka að spyrja sko, hversu lengi naut fólk þess? Þetta lágvaxta tímabil, svo kallaða, það var ekki nema kannski 2 ár. En nú búið að kreista fólk í 3 ár með sko stýrivöxtum sem eru svo háir að þú þarft að fara sko til stríðsræðra landa til þess að finna eitthvað herra eða til landa þar sem sko eiturlífastríð eða einhver gríðarleg vandamál og þá finnur þú herri stýrivexti en þú finnur þá hvergi í þeim löndum sem við berum okkur saman við. Eitt sem var sagt, ég veit ekki hvað það var sagt svona á þessu ári eða ekki seinni hluta síðast árs, en fram að því var sagt að hér væri stýrivextir hærri vegna þess að hér væri svo mikill kraftur í efnahagslífinu. Þeir sem að vilja lága stýrivexti eru að biðja samdrátt og stöðnun eins og víða í Evrópu. Hvað segirðu þessu? Það náttúrulega að það þarf svolítið að hugsa til hvers eru stýrivextir ætlaðir og þetta auðvitað megin stýritæki Seðlabankans. Þetta ekki eina, en þetta megin stýritæki Seðlabankans og til þess að reyna að ná einhverjum tökum á verðbólgunni. Og þá þarf að hugsa hvernig verðbólgan komin til og hún komin til upphaflega, þá hún komin til út af húsnæðismálum og síðan út af bara freka miklu verðhækkunum sem urðu hérna í COVID-faraldrinum. Þannig það má rekja síðustu hækkun í húsnæði til vaxtastefnu Seðlabankans þar sem að vexti voru mjög lækkaðir sem að leiddu til gríðarlegra verðhækkunar á gömlum eignum þess sem að húsnæði og reyndar hlutabréfin líka. Þannig að sömuleyti var svo hækkun búin til. Já, og ég held að aðalatrið hérna sé að það verður einhvern veginn að ná húsnæðismálum út úr þessu ponzi skema sko, sem að þau eru orðin og það að fólk sé með líf sitt og öryggi og það ekkert sko, sem að þetta þekkjum við feminista mjög vel þegar við höfum verið að berjast gegn ofbeldi gegn konum sko, að vera öruggur heima bara algjörlega grunnforsenda þess bara geta verið manneskja og það í rauninni verið að búa til gríðalegt óöryggi á fólki með því að það hafi ekki efni á húsnæðinu sem það býr í og er jáfnvel búið að setja allt sitt í og það verið að gera það einhver svona leik, einhverjum fjárfestingarleik og svo átt að vera rosa glaður þegar fasteignar verður upp sko en þetta ekki raunverulegt fjármagn fyrir venlegt fólk, þetta bara það því bara hærri fastendagjöld og þannig að megin þungin hlýtur að vera þarna og þá spyrir maður hvað gera hái stýrivextir fyrir það. Jú, vissulega hægja á því að fólk kaupi að stekki við sig og ungt fólk kom inn og eitthvað slíkt, en þeir stoppa náttúrulega líka byggingar, þeir hægja á þeim líka. Hægja á því að verði fundin lausn á húsnæðiseklunni sem búið að vera gríðarlegt vandamál eiginlega frá 2011-2013 ekki. Já, og þeir hækka líka verðið á húsnæði gríðarlega, en þess að sko fjármagnskostnaðar verktaka og síðan kostnaðar sem þú þarft að bera. Þannig að það verður að láta sko fólk sem að hefur sér ekkert annað til sakar unnið en það að þurfa að koma sér þaki yfir höfuð
Það verður að láta það taka skellin og það kannski það sem við í VFR höfum verið að gagnrýna dálítið og þetta er svona liður í niðurskurðarstefnu sem enskur nefnd austerity. Hávaxtastefnan er hluti af henni og þetta er allt sem hann fundið upp bara eftir síðari heimsstyrjöld og þetta hefur Klara Mattei skrifað sem við fluttum inn í fyrra í VFR og hún hefur bent að það að eftir síðari heimsstyrjöld var náttúrulega búin að vera gríðarleg útgjöld til hernaðarmála eins og við erum kannski að fara að sjá fram á að á sama tíma var alls konar fólk öðlöft kosningarétt konur og eignalösu kallar og eitthvað svona fólk sem hafði ekki fengið að ráða neina áður og þetta fólk, svona almenningur, venjulegt fólk fer að kalla eftir því að velferðarkerfin séu styrkt og kostnaður fyrir stríðið sé ekki bara sendur beinti þeirra og af þessu fara menn að hafa gríðarlegar áhyggjur og búa þar að lendi til niðurskurðarstefnu sem gengur öll út á að það verði einhvern veginn að draga úr ríkisútgjöldum, það verði að kreista þá sem skulda frekar en þá sem eiga á erfiðum tímum og svo verður að reyna að brjóta niður svona réttindi launafólks eftir því sem að færi gefst og þetta er þessi svona 3 þættir sem að niðurskurðarstefna byggir á og hér er náttúrulega hávaxtastefnan alveg einstaklega grottaleg en síðan heyrir maður það líka að við búum við verðbólgu sem á sér mestuleyti rætur í óstjórn í húsnæðismálum en líka í gróðasækni fyrirtækja og það er sem er kallað á ensku greedflation og gróðaverðbólga eða hagnaðardrifin verðbólga og hennar sést líka merki en hagsmunaaðilar og ríkisstjórnin segja það sem við verðum að gera er að draga úr ríkisútgjöldum. Hún er ekki komin til hennar ríkisútgjalda en það er svona retorikinn sem við erum að bjóða okkur upp á núna. Og í mínu félagi er fullt af fólki sem heldur að það sé mjög jákvætt og lítur það jákvæðum augum telur að hér sé ákveð bákn sem þurfa að minnka og annað slíkt en ef maður lítur á söguna að þá er það alla jafna þannig að þegar að það er byrjað að draga úr ríkisútgjöldum þá þýðir það minni þjónusta, lélegir innviðir lengri veg að fara, lengri bið meira álag í skólunum allir þessi þættir sem við erum búin að sjá núna árum saman að eru að valda fólki erfiðleikum. Það þýðir líka einkavæðing og aukin einkarekstur. Það þýðir fleiri verkefnaborðu gjaldtaka inn í grunnkerfunum. Gjaldtaka og fleiri verkefnaborðu Ölfusárbrú þar sem við erum að borga helmingi meira fyrir brúna svo að setja að gera henni einkaframkvæmd svo hún kom ekki út sem einhver svona skuld hjá ríkissjóði sem að þó ábyrgist hana, þannig að þetta er allt svona reiknibrellur en sem á endanum skila sér í meiri kostnaði fyrir vinnandi fólk. Almenningur borgar. Já, og vinnandi fólk borgar og það er það sem að við erum náttúrulega gagnrýna svona mjög harðlega og vara við að þessi leið verði einhvern veginn verði farin, en það er allir að tala sér inn á þetta núna. Á sama tíma er verið að boða einmitt einhverjar stóraukin útgjöld til hernaðarmála sem eru svona vægast sagt aldrei vafasum sko og þá spyr ég það sem að haldum buduna og verkefnin í þessu landi hvar á að taka niður bara út úr hvaða kerfum nákvæmlega á að taka þetta og þá myndi allir stjórnmálamenn segja já við tökum þetta ekki úr heilbrigðismálunum og menntamálunum eða eitthvað slíkt en það er verið að gera það er verið að skera niður framlög til menntamála það kom mjög svört skýrsla frá Ríkisendurskoðun daginn stöðu Landspítala það sem er hreinlega sagt að bara stjórnvöld eru að bregðast spítalanum þau eru skiljan eftir með verkefni án þess að hann hafi fjármagni til þess að sinna hann er fastur á neyðarstigi og þá spyr maður býtu á að þrengja meira að spítalanum og ég tek hann sem dæmi því hann er náttúrulega svona burðarstólpi heilbrigðisþjónustunnar þá ekki að þrengja allavega engalæknunum það búið að setja það verið að gera samninga þar sko þú veist þannig bara hvar á minnka umfang heilsugæslunar er það að fara að hjálpa okkur á að fara inn í skólana á að draga úr samgöngu úrbótum fleiri hólur í vegina þú veist hvert er planið? Reynsla á þessari öld er svo að útgjöld til heilbrigðismála sem að til engageranum hafa vaxið miklu meira heldur en þeim sem að til hinu opinbera rekstri þannig er það bara Já, í rauninni stýri við fjármagnin er stýrt inn í engapartin og það er stefna stjórnvald að ýta undir engavæðingu heilbrigðisþjónustu. Já, eða stefna og stefnuleysi af því að það er líka en það er líka
Veist, ég held að allir foreldrar þekki það að það er volið gott að geta farið með börn á dómis barnalækna sko, og það gengur allt hraðar og vel fyrir sig sko. En leið erum við að stýra barnalæknunum þangað sko. Þannig að þeir, og við eigum bara nokkra, þetta er ekki ótakmörkuð auðlind og það er þannig að við erum að stýra læknum og fleira heilbrigðisstarfsfólki, hjúkrunarfræðingum, skurðhjúkrunarfræðingum, öðru heilbrigðisstarfsfólki inn í störf sem eru betur launuð með þægilegri vinnutíma og skiljum þá spítalan okkar og staðið það sem við þurfum þjónustu allan sólarhringinn eftir án þess mannafla og þess fjármagns sem þau þurfa. Og stefnan er þar að flýta fyrir einkavæðingu. Já, og með þessu er ég ekki að segja sko, þetta er mjög jákvætt, það sem það er mjög jákvæð markmið á baku það að ná niður liðskipta biðlistum og annað slíkt, en það hefur samt áhrif annars staðar í þessum kerfum líka. Og væri þetta að gera það bara á Landspítalanum eða sjúkrahúsinu á Akranesi eða Akureyri? Já, það myndir náttúrulega fólk segja að það hefur ekki gengið, en það hefur náttúrulega ekki gengið að því að sko, að þú ert... Þeir eru bara með opna skurðstofu einu dag eða 2 daga í viku, það er ekki vandið að hafa það 5 daga í viku. Já, það er vegna mannafla sko, og vegna þess að spítalarnir þurfa auðvitað að sinna því sem er akút. Þannig ef þú kemur inn með heilakrabbamein, þá er kannski bara sami læknir og myndi annars vera að sinna þér í einhverju liðskiptum sko, og þá auðvitað gengur heilakrabbamenni fyrir. Já, en ég nefndi þess að Akranes, það sem hafa verið svona aðgerðir sem er ekki svona bráðasjúkrahús. Það sem væri þetta að byggja upp sömu þjónustu og er gert hérna upp í Ármúla. En allavega held ég að megin þátturinn þarna sé að sko það skipti máli hvernig þið opinbera heldur á fjármununum sínum og hvert að setja þá. Og það var hluti af forsöndu síðasta kjarasamninga að við myndum ekki þurfa að fara að borga meira fyrir allt. Fyrirtækin áttu að verkalýðshreyfingin féllst á mjög lágar launahækkanir. Fyrirtækin áttu að róa sig í gróðasókninni og reyna að hemja sig og hið opinbera átti líka að halda aftur af gjaldskrárhækkunum og svona kostnaðar að seilast í vasa fólks. Og það er þannig, ef það verður ráðist í niðurskurð á útgjöldum ríkisins, að það verður seilst í vasa fólks. Hvort sem að það þýðir að þú þarft að bíða lengur eftir nauðsynlegri læknisþjónustu eða frístund virkar ekki og þú þarft alltaf að sækja barnið þitt eða opnuðu tími leikskólans verður skertur. Allt er þetta, það er verið að þrengja að launafólki og ég held að við verðum að horfa á það heildarmynd og ákvað þessi svona niðurskurðarstefna er að gera við fólk. Já, ef ég fer aftur í hávaxtastefnuna, þá er svona í almennum stjórnmálum er hún ekki gagnrýnd. Það er Ragnar Þór, forveriðinn, situr á þingi og hann er gagnrýnda. Ég held að Sigurjón Þórðarsson hafi líka gagnrýnda. Þar með þessu taldir þingmennir sem að gagnrýnda. Vilhjálmur Birgisson gagnrýnda hérna við Rauðaborðið í síðustu viku og nú er 2 gagnrýnda. Þetta er ekki breið fylking. Hið almenna er það að við getum gagnrýnt ríkisútgjöld, við getum gagnrýnt ýmislegt, en það má ekki gagnrýna sjálfstæðu peningastefnu Seðlabankans. Þá erum við einhvern veginn að trufla eitthvað svona jafnvægi, getur verið ein hugmynd. Önnur hugmyndur að þetta sé vísindalegt, þetta sé svona svipað og að gagnrýna fiskveiði ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar sem að fólk er líka svolítið smeygt við að þú getur bara lent í hópi með þeim sem að efast loftslagsbreytingar af mannavöldum eða þú gagnrýnir stefnu Seðlabankans. Þetta er eiginlega staðan í stjórnmálunum og kannski eru stjórnmálunum okkar svona vanþróskuð að þau ná ekki að ræða hvort að peningastefnan sé í lagi, hvort að lögin Seðlabanka sé í lagi, það sem er fyrst og fremst verðbólgumarkmið á meðan að Seðlabankar víða heim hafa önnur markmið sem að gæta, þeir verða að gæta að atvinnustigi og jafnvægi í samfélaginu, að Seðlabankin má ekki ráða svona fámennum hópi eða svona tilteknum hópi skuldara eins og þú hefast að lýsa. Þannig það er þetta að gera ýmislegt til þess að verja fólk fyrir þessum ákvörðunum. Af hverju heldurðu að jafnt mikilvægur þáttur sömuleyti sem að síðustu kjarasamningar snerust á mikilvægur af hverju heldurðu að svona mikilvægur þáttur sé ekki hluti af bara almennri stjórnmálumræðu? Já, þetta er náttúrulega á sig svona ákveðna sögulega rætur sem þó er ekki mjög djúpar af því að þessi hugmynd sjálfstæða Seðlabanka yfirleitt er frekar svona ný hugmynd sögulega. 1980. Já, og þessi hugmynd þeir og Seðlabankar svo sjálfstæðir að þeir eru ekki á fjárlögum
Íslenski Seðlabankinn getur bara ráðið það starfsfólk sem sýnist og greitt þau laun sem sýnist og þeir prenta bara peninga fyrir þeim kostnaði sem á þeim sýnist. Eins og sérst reynda þegar ég hvet fólk til þess að framkalla myndina í huganum það sem verið að tilkynna vaxtaákvarðanir, þá það gert eiginlega í svona litlum bíó eða fyrirlestrarsal sem inn í Seðlabankanum sem þeir hafa smíðað sjálfur. Þeir eru búin að lagfæra núna, eru hættir í Þjóðmenningarhúsinu og komin aftur heim. Það sem voru, held ég, framkvæmdinni að breyta mötuneytinu hafi við nálgast 2 milljarða. Svona dæmi frelsi Seðlabankans algjört. Já, algjört, sko. Og í sjálfu sér eins og ekkert þar lúti þessum sömu lögmálum og eru svona nánast presenteruð almenningi eins og náttúrulögmál. Og ég held að sé bara, og í rauninni fannst mér mjög frískandi að hlusta á forvera menn Ragnar Þór á Sprengisandi gæra sem að hann gagnrýndi þessa hávaxtastefnu harðilega og hann mun örugglega fá baukinn fyrir það. Hann verður skammaður mjög fyrir þetta að vega sjálfstæði Seðlabankans. Fólk gat fyrirgefið honum þetta þegar hann var formaður VR en nú þegar hann er komin í ábyrgðarstöðu og formaður fjárlaganefndar þá verður þetta lítið mjög alvarlegum augum. En ég stend fyllilega með honum í þessu því að þegar þú ert með einhver stýritæki sem eru mannanna verk sem að leggja óhóflegar byrðar og herðar venjulegs fólks að þá hlýtur að verða að gagnrýna þau og það hlýtur að eiga að vera viðfangsefni stjórnmálana að reyna að skilja þau, skoða lagaumgjörðina, velta þessu öllu við. Svo má líka skoða árangurinn sem er fullt tilefni til þess að viðfengja því að þessi háu vextir þó að verðbólga sé lægri þá er hún að lækka af ýmsum ástæðum. Hún er að lækka meðal annars út af styrkingu krónunnar og hún er að lækka út af kjarasamningum sem voru mjög hóflegir. Hún er að lækka af ýmsum, hún er að lækka út af frosti sem er á húsnæðismarkaði sem reyndar kannski framkalla af vöxtunum. Þannig að það er ekki gefið að þegar að verðbólgan lækkar að það sé verk Seðlabankans eða Ásgeirs Jónssonar. Nei og það er svolítið áhugavert svona með þessar hagfræðikenningar sem stjórna mjög miklu í kringum okkur að það er svona einhver hugmynd að þær þú veist ef þetta þá þetta og orsakasamhengið er alltaf rosalega einfalt þú veist hækkar stýrivexti þá fer verðbólga niður hækkar laun þá getur þetta það er óbærslega einfaldar formúlur til þess að reyna að ná utanum í flókin veruleika og í veruleika það sem eru bara á Íslandi, við erum óverðtryggða krónu, við erum með verðtryggða krónu og svo erum við bara með fullt af evrum það er bara fullt af fyrirtækjum sem bara starfa og gera upp í evrum, fjárfesta í evrum og og þá hlýtur þau að hugsa býtu virkar þetta stýritæki þá nákvæmlega svona en einhvern veginn þeir eru búin að setja svona mikið undir og leggja svo mikið undir í einhverjum trúverðuleika og þetta nú ekki meira raunvísind en svo, þetta snýst mikið væntingar og trúverðuleika að þá getur þetta verið mjög erfitt einhvern veginn að bakka og hverfa eins frá því og leyfa sér að hugsa hlutina með einhverjum kritískum hætti og ég ætla ekki að láta eins og að vera bara hægt að bylta þessu öllu einni nótt og þá varum við á betri stað en það er hins vegar það er algjört glapræði að ætla að halda áfram á þessari braut og bara í hvert skipti sem að eitthvað fer aflaga í efnahagsumhverfinu að fólk þurfa að borga það í gegnum húsnæðið sitt og það hvenær þú nákvæmlega þarft taka yfir höfuð sem manneskja, þú veist á hvaða tímabili lífsþíns, að það hafi einhver úrslita áhrif bara á afkomu þína lengri tíma og jafnvel hvort þú yfirleitt getur komið þér öruggu þaki yfir höfuð. Þetta er ástand sem að við verðum að komast út úr. Eina afleiðinga ástæðinu húsnæðismarkaði sem að kom fram í skýrslu húsnæðis- og mannvirkjastofnunar að húsaleigu verið hækkað 11% á síðustu 12 mánuðum og maður sér það í Hagstofunni að matur eru hækkað yfir meira heldur en annað í neysluvísitölunni 5%. Þannig að lágtekju neysluvísitala lágtekjufólks sem að farið 2/3 í leigu og 1/3 í mat er 9% verðbólga. Þannig að þetta brýst fram á mjög svona ólíkan hátt eftir í hvaða hópur er. En maður ræði það að þetta er ekki gagnrýnt peningastefnan og stjórnvöld beygja sig undir hana og taka mið af henni og
Daði Már seðlabankastjóri hefur boðað að í fjárlögunum muni þess sjá merki að ríkisstjórnin sé að svara kröfum seðlabankans aukið aðhald. Miðað við umræðin sem hefur verið þá myndi ég ekki rekna fyrirfram með miklum skattahækkunum. Eflaust verður eitthvað sagt að skoða verði eitthvað gjaldtaka ferðaþjónustu og eitthvað fleira sem að síðan á eftir að fara í gegnum þingið og seytla kannski út eins og hefur gerst reglulega undanfarin 10 ár. En miðað við ummæli Daða og þá stefnu sem að Viðreisn kom með inn í þessa ríkisstjórn og hann fjármálaráðherra Viðreisnar, að þá má gera ráð fyrir að við séum að horfa á niðurskurðar fjárlög. Já, reyndar þetta var dálítið merkilegt útspil vegna þess að hann í rauninni segir þetta áður en Seðlabankinn búinn að kynna ákvörðun sína að nú sé tíma aðhaldsrunnin upp. En Seðlabankinn minntist ekkert á ríkisútgjöld í ákvörðun sinni núna. Það var ekki lína núna. En þannig ertu svolítið svara kallinu áður en það kemur og ákveða fyrirfram hvað það er. Sem sýnir dálítið hvað þetta er allt svona þröngir kenningarlegir rammar sem eru búnir til utanum þetta. En að því hún líka myndist á árangurinn þá maður skoðar niðurskurðarstefnu í heild sinni sem að þetta allt saman hluti af þá náttúrulega fjölmargir fræðimenn búin að sýna fram og hún virkar ekki. Allavega ekki til þess að ná til þess sem sagt hún eigi virka. Og að sagt hún eigi einhvern veginn að ná jafnvægi ríkisfjármálum, koma hagvist í gang, gera allt betra En Klara Mattei myndi segja hún virkar til þess að gera það sem henni ætlaði að gera raunverulega sem að vernda efnahagsskipanina, verja þau capital order passa upp á að þeir sem að skuldi bara áfram og þeir sem að eigi áfram. Og hér að verða núna til á grunni þessar hávaxtastöfnu meðal annars og þetta hefur Viska sýnt fram og hagfræðingur Visku að verða til bara mjög mikill kynslóða ójöfnur. Að á sama tíma á kaupmáttur ungs fólks hefur staðið í stað í ég held ég 2 áratugi að þá hefur kaupmáttur eldra fólks 2 og jafnvel 3-faldast. Og það má líka spyrja þessu þegar kemur að svona móraliseringunni núna yfir fólki að við eigum öll bara að reyna að passa okkur og vera ekki að eyða og það sé alltaf mikið neysla og þess vegna verða að láta fólk bara borga meir og meira fyrir húsnæðið sitt og þá verða allt betra. Hvað þá með þá sem ekki skulda? Og hvað með þá sem ekki fastir í dýrulegu húsnæði? Hvað með þá sem og nú ég ætla að taka fram að það fullt af eldri borgurum sem búa við frekar kröpp kjör en það líka ágætur hópur sem átti húsið sitt skuldlaust minnkar við sig á 10, 20, 30, 40, 50 milljónir á sparareikningi. Þannig ertu kannski komin með 200 skall í vaxtatekjur á mánuði fyrir þennan hóp sem líka hefur tíma og getur á að njóta lífsins og ég styð það alveg heilshugar. En á sama tíma verið að reyna að kreista yngra fólkið og segja þeim að þau verði einhvern veginn að draga allt saman. Og hitt síðan annað að ég held að þú getur alveg sagt til fólk þú getur sagt bara nú bara erfitt ár og nú eða hálft ár nú verða allir bara bíða með að endurnýja baðherbergið, ekki fara til útlanda algjörlega sleppa því að fara út að borða nú bara verða bara allir heima hjá sér og það bara étuðu fristinum og þetta bara ákveðið tímabil. En hægt að gera það í 3 ár eins og núna? Hægt að ætlast til þess að fólk setur bara einhvern veginn allt á hold í 3 ár á meðan það býður og vonar að kannski muni Seðlabankinn einhvern tíma að lækka vexti. Það held ég að bara gangi ekki upp. Hækku vaxta þeir taka peningur umferð, maður getur orðað þannig einfaldan hátt. Og þeir flytja það bara frá þeim sem að skulda til þeirra sem eiga. Skattar hafa sömu áhrif, við tekið peningur umferð með því að leggja skatta. Það ekki að heyra á ríkisstjórninni, svo sem ekki kannski mikið verið rætt það, hvað kunna verið í þessu fjárlagafrumvarpi. En það ekki að heyra að markmiðið sé að auka aðhald, því að auka aðhald gæti verið að afla meiri tekna og skila þarlegandi afgangi á ríkissjóði. Það ekki að heyra að það sé markmiðið heldur, þessi frekar verið að horfa til niðurskurðar og þá líklega bara haldið áfram þeirri stefnu sem hér hefur verið rekið áratugum saman að reka svona austerity stefnu.
Það er ekki að sjá að ríkisstjórnin hafi, hún hefur ekki bótið blaðamann og tilkynnt að við höfum lagt af þessa stefnu sem hefur komið í ljós, það hefur brotið niður samfélögin og eyðilagt innviðin okkar og grunnkerfin og skapa hér aukin ójöfnuð og við ætlum að leggja af þessa stefnu sem hefur reynst okkur illa. Svo yfirlýsing verið ekkert komið. Nei, ég menna kosningalofverðið sko var að kosningalofverðið og fyrstu aðgerðirnar þær voru við ætlum að ná hallanum niður ári fyrr. Þú veist, það var gert að lykilmáli. Og hvað segir það við fólk sko? Ætlum að ná hallanum niður ári fyrr. Og hvað svo? Og svo eigum við að bíða núna bara, meðan þau eru að ná hallanum niður og eitthvað svona, bara bíða, þangað til að þau eru komin á einhvern stað og þá getum við eitthvað farið að gera, sko. Mér finnst þetta ekki mjög samfærandi og ég er svo næf, ég held að þessar kosningar myndu snúast húsnæðismál. Ég held að það myndi snúast alfarið húsnæðismál og þá staðreynd að fjórði hver lántakandi var að missa fasta vexti síðasta vetur. Ég held líka síðustu kjarasamninga myndi snúast húsnæðismál og þessar sömu staðreyndir að þetta eru svona breiðholt kjarasamningar sko, sem bara allir myndu leggjast á eitt og það bara ekki farið út úr karpúsinu fyrir en það væri komnar einhverja raunverulegar aðgerðir í húsnæðismálum. En einhvern veginn svona, útvatnast þetta eitthvað og við bara sjáum alltaf nýja einhverja spretthópa sem eiga græja málin og sömu aðgerðirnar kynntar aftur og ég bara hrædd að þetta verði ekki nóg sko, til þess að takast á við vanda þessar stærðargráðu. Þetta er eiginlega rannsóknarefni á hverju húsnæðismálin ná ekki að verða efst á forgangsröðinni og kannski er það vegna þess að það er kannski þriðjungur af hópnum sem að líður mikið fyrir ástandið. Þriðjungurinn upplifir mikla eignamyndun og svona falska tilfinningu fyrir auknum auð sem að veldur því að hann vilji ekki breyta kerfinu. Það er fólk sem er í húsnæði og upplifir svo sem engan vanda heldur, horfir kannski bara á það að Jó út á hotni var að selja sína íbúð á 87 milljónir og þá eru við hjónin líklega búin að græða bara 12 milljónir síðan í fyrra sko. Kannski er samfélag okkar ekki bara þroskar en þetta. Ég fyrir að við séum með vandamál sem er hort á það bara hlutlust, þetta er bara stæðsta vandamálið, þetta er það sem að grefur niður mest undan lífskjöru fólks, þetta þrýstir fólki sem er með lágar tekjur niður í fátækt, þetta er mesta meinið í íslensku samfélagi, en af því það snertir ekki nema þriðjunginn, svona alvarlega þannig að þetta er bara aðal vandamál þeirra, að þá er valið að láta kosningarnar snúast eitthvað sem að kannski snertir fleiri minna. Það er kannski bara enn eitt dæmi vanþróska stjórnmál sem að ráði ekki við að tala það sem að máli skiptir. Já, mér finnst það langflest fólki í kringum mig og nú er bara að tala svona velnægt vinnandi fólk. Algjörlega skilja það að þótt íbúðin þeirra hækki helmingi verði að þá þýðir ekkert annað fyrir þau heldur en hærri fasteigngjöld og svo þegar kemur að því að ef þau vilja stækka við sig sem fólk vil gjarnan gera, það er að börnin fara eldast og þarf aðeins meira rými, að þá þýðir það bara meiri skuldsetningu. Þú þarf að taka hærri lán til þess að geta staðið undir því. Þannig að kannski þeir sem eru að taka ákvarðanar, hvort sem eru í karpúsi eða niður á þingi, þeir eru komin yfir hjalla. Það eru engin leigjendur við borðið. Ég held að sé engin leigjandi á þingi. Og það er í forystusveit verkalýðshreyfingarinnar er fólk sem á yfirleitt húsnæði, þannig er það bara. Og einhver leita þá er það þannig að þegar á reynir að þá er þetta ekki málið sem að brennur á fólki. Já, ég veit ekki, ég ætla ekki að gefa hvorki þingmönnum nýja forystufólki í verkalýðshreyfingunni það að þau taki bara ákvarðanir út frá eigin hagsmunum sko. En hitt er alveg rétt að það við erum ef þú horfir á ég hef nokkið alla jafn ekkert verið rosalega mikil svona unglega pólitíkur kona og var það ekki til að vera ung heldur en þegar maður samt horfir á hversu mikið er verið að henda ungu fólki inn á þetta strætóin að þá þetta getur maður ekki annað en hort á representasjón þeirra og hugsa bara þau eru ekki við borðið þar sem er verið að taka sér ákvarðanir og þetta eru ákvarðanir sem hafa áhrif á þeirra líf og það er klassískt í kjarasamningum
að láta byrjunarlaunin standa í stað eða jável að láta þau að sleppa þeim sko en taka þá sem eru með lengri starfsaldur og annað slíkt. Skammtíma samningunum svolítið gróflega. Og það er alveg klassíst sko og ég held að, þú veist, og þetta hægt vegna þess að það eru hópar eldra fólk sem að hafa miklu meira með það að segja, ég finn það bara inn í mínu félagi, þú veist, og það er þótt við séum nú aðeins búin að vera að lækka meðalaldurinn í stjórn og annað slíkt sem bara mjög gott, við fengið inn mjög kröftugt ungt fólk, að þá eru samt stofnanir félagsins eru með hærri meðalaldur heldur en félagið, af því að VFR er félag unga fólksins, við erum með bara stór hluti okkar fólki er undir 30 og þetta eru ábyrgðar hluti fyrir þá sem eru kjörnir fulltrúar, hvort sem eru í stjórnmálum með verkefnishreyfingunni að við eigum við erum kjörin til þess að horfa til alls hópsins og við eigum að geta vegið og metið og reynt að passa að það sé ekki bara hávarustu hópararnir sem að stýra. En ég held að sé alveg rétt að sko ég held að svona þessi óhóflegi húsnæðiskostnaður, hann er ekki að lenda í stærstum stíl og þeim sem að halda ákvörðunarvaldið. Og þetta er alþjóðlegt vandamál að þessi ójöfnuðu milli kynslóða, að kerfið er þannig að húsnæðiskerfið er þannig að húsnæði hækkar og eignamyndinu verður mest þegar þú ert komin á síðari hluta starfsævinnar og komin yfir hjallana að því að borga skuldir. Þannig að það gerist, en svo er það líka það sem þú ert að benda á að þegar það er brotið niður velferðarkerfið, það sem var einhver tilflutningur á sköttum á milli kynslóða. Við vorum með námslánakerfi sem er ónýtt í dag, við vorum með vaxtabótakerfi sem kom yngra fólki og svona foreldrakynslóðinni til góða, hjálpaði þeim að eignast húsnæði. Barnabótakerfi hefur verið í stöðnun og í einhver takti við svona vöxt samfélagsins, þannig að við höfum brotið niður kerfi sem áður var til þess að flytja svona byrði á milli kynslóða og þar alveg sittum við uppi með fólk á svona síðustu áratugum starfsævinnar þokkalega vel sett, svona almennt, þetta er það ekki við alla, en svo erum við með ungu kynslóðuna sem sér ekki út úr skuldunum, þarf að vinna mikið, þarf að vinna með námi, er með þyngstu framfærslubyrðina með börnin og þetta er náttúrulega ekki gáfuleg ákvörðun samfélags að skilja foreldrakynsluna eftir í lagri fjárhagslegri stöðu. Nei, menn að það er alveg hárrétt. Kári Stefánsson sagði einhvern tímann að gott samfélag styður við þegar þú þarft mest að því að halda, orðaði einhvern þannig. Og þá er þetta sko þegar nýtt líf kemur í heiminn og þú berð ábyrgð á því og síðan þegar að þú missir mátt og getur ekki unni fyrir það lengur og þarft á sko þjónustu að halda og við í rauninni, og þetta er ákveðið mælikvarð á samfélagið og okkur er núna mistakast á báðum stöðum. Það er út af þessar stefnum sem þú ert að lýsa. Já. Hún vinnur gegn þessu. Akkurat, hún vinnur bara látlaust gegn þessu. Hvort sem er seðlabankastjóri eða fjármálaráðherra, þá verður fólk að hafa í huga að þau eru að boða niðurbrot þessar stefnu. Já. Niðurbrot þessa velferðaríkisins sem er hugmyndin á baku þennan flutning á milli kynslóða og stétta. Akkurat. Og ég held að alltaf margir líti svo á sko að þetta þýði þú veist að þú sért að styðja við mig sko. En þetta er ekki, sko þetta er og ég tek mig sem dæmi því að ég er með ung börn sko en þau sé ekki mjög ung en þetta er í rauninni ég að styðja við mig, skilurðu. Ég sem eldri er að styðja við mig sem yngri og ég held að maður verða að hugsa þetta svona. Þú veist, þú ert að flytja bara þú ert að flytja rísorsa á milli æviskeiða til þess tíma þegar þú þarft mest að þeim að halda. Og í sjálfu sér er þetta svolítið skrítin hugmynd, þegar nú gengur allt út á það að fólk geti ekki sko átt rólegt ævikvöld sem er að mörgu hluti rétt nema að það sé í skuldlausu húsnæði og þess vegna má helst enginn vera leigjandi að eilífu eða búa í búseta eða vera einhvers konar annars konar fyrirkomulagi, allir er að eignast hús, taka þátt í þessu Ponzi-skema alla ævina, svitna yfir skuldum á þú veist, erfiðasta tímabili lífsins til þess að geta síðan haft það gott þegar þú ert eldri. Og mér finnst þetta bara rosalega gölluð hugmynd sko og við búum í einu ríkasta land í heimi, við höfum lengi búið við það loforð að fólk hafi það betra, að börnin okkar mun hafa það betra heldur en við höfum það sjálf, nú er það snúast við, bara á Vesturlöndum almennt.
sem mjög mikið ágefni, en við eigum alveg að geta skipulegt þetta þannig að við höfum það bara all ágætt og auðvitað, og ég held að þú hittir neðast naglann að höfðu áðan þegar þú tala sko þessa tilfinningu fólks, sko ég hef ég á þetta að því að ég vann svo mikið, þú veist, við vorum svo dugleg og ég meina, ég fullt af fólki sem bara við byggðum og við vorum ekki með sko hurðar lengi og, veist, og það þú veist, við vorum ekki með gólfefni og nú fá sér bara allt nýtt og eitthvað slíkt. Auðvitað ákveðið sannleikskorn í því, en hini valmöguleikarnir ekkert fyrir hendi heldur. Það ekki eins og sko ungt fólk í dag bara kaupa sér lóð upp í Árbæ og byrja að steppa grunn, sko. Það voru úthlutað lóðum, það voru ekki seldar. Já, akkurat, ég segir að fái lóð upp í Árbæ og það ný uppfinning sem að tilheyrir á störtistefnunni, að bjóða lóður upp hæstbjóðandi, af því að það sé réttlæti, en það sé ekki réttlæti að allir hafi jafnan aðgang að þeim, því að þá myndast biðraðir og það sé óréttlætið. Þess vegna verið að bjóða upp, þannig að bara hinni ríku geti gift. Akkurat. Og það að því vorum að tala svona breytingar, getu stjórnmálana, að samfélagi sem þú varst að lýsa sem að studdi fólk þegar þyngsta framfærslubyrðin þegar börnin voru ung og fólk kannski nýkom úr námi og með skuld út í húsnæði og nýkom inn á vinnumarkaðin og kannski á lægri tekjum að það naut stuðnings. Þetta var kallað réttlæti. Það var réttlátt samfélag. Síðan breytist það á nýfrjálsítímanum þetta þykir óréttlæti að þú sett að fá en þessi sem á ekki börn, okkur eru við ekki að styðja hann allir verður þetta svona einstaklingsbundið réttlæti sem að brýtur niður eiginlega hugmyndina að byggja þessi réttlátt og gott samfélag og við mistum bara þetta hugtak réttlæti yfir til viðskiptaráðs. Nú viðskiptaráð að segja að það sé óréttlátt að ríkið styðji tekjuminna fólks til húsnæðisörgis. Akkurat. Já, það var einhver, ég man ekki alveg hver það var sem sagði mér daginn, það var einhver svona eldri aðili að taka þetta, við unnum svo mikið og við vorum svo dugleg og þá var einhver sem var yngri sem sagði, já, veistu það, þið vissu líka fyrir hverju þið voruð að vinna. Þið voruð að vinna til þess að ná að klára húsið eða svo gera og þið vissu hvert pointi var. Núna bara, sko, ungt fólk sem ekki komið með húsnæði. Það bara í marathónu, þessi endamarki færist látlaust. Veist, og þú kemst, heldur sérst að verða komið 40 kilometra og þá þetta allt í einu 50 kilometrar. Og einhvern tímapunkti í þannig marathóni, þá gefast allir upp, alveg sama hverjir. Og að hugsa bara, herri, ég ætla nú freka bara, veist, ég 25 ára, ég ætla freka aðeins að njóta lífsins og bara fá að vera 25 ára í korter. Og það sama sko með byrju nú týndi ég þræðinum með rásmarki fer og já, og svo þetta sama með sko þegar þú ert komin þú veist, ef þú ert að eignast húsnæði að þá ertu bara komin með eitthvað svarthol sem eru húsnæðislánið þín. Og ef þau eru verðtryggð, sem að sko flest unga fólki að lendi í núna, þú veist að það þarf að vera á verðtryggðum lánum af því að það færi ekki greiðslumat öðruvísi. Meira sér fólk sko sem búið að eignast sína fyrstu eign og alveg með, þú veist, hefur ágæta tekjur og ég ekki að tala bara út frá þeim sem minnst hafi, ég tala bara út frá mínu félagsfólki sem bara þorrinn að vinnandi fólki á Íslandi, eða svona kúrfan. Kannski miðju þriðjungurinn í samfélaginu. Já, ég meina, þú veist, við erum náttúrulega með fólk með breiðu tekjubili, en nú ég bara að horfa bara á hana, þú veist, stærsti hópurinn minn sem kannski með 600 upp í 1.000.000, þú veist, þessi hópur, að þau eru bara með eitthvað svartól sem er húsnæðislánið þeirra og ef það er verðtryggt, þá, þú veist, dæmi sem ég tók á þann, ef þú tókst lán 2022 og bara kostnaði sem þú bera hávæstastefninu núna, að það var 50 milljónir þá greiðslubyrðin þín að verðtryggðuláni kannski búin að hækka 40 skall sem ekkert gríðarlegt en þó það talsvert þegar þú telur það í launatekjum kannski 60 skall eða 60-65 en lánið þetta búið að hækka 10 milljónir og ég veit ekki alveg hvernig hægt að bjóða fólki upp á einhverja hugmyndum og það bara vera rosalega duglegt að vinna þangað til að þú veist þetta verður allt saman betra þetta bara orðið eitthvað hamstrahjól sem að engum bjóðandi. Sára lítið leiknamyndum bara fyrstu 20 árin ekki nema sem að gerist með hækkun á íbúðverði. Sem ekki raunveruleg leiknamyndir nema að getur selt ofan að þér. Herðu, hávaxtastefna Seðlabankans, niðurskurðarstefna ríkisins, verkalýðshreyfingin tók á sig lágar launahækkanir í vonum að lækka verðbólgu og þar með vexti. Við samningsgerðina, ég veit ekki hvort það var lofa svona, en það var gert ráð fyrir því að fyrirtækin myndu sína ábyrgð.
Það mörg dæmi að svo sé ekki. Það hefur verið fjallað að lækkun heimsverðs á olíu hafi ekki skilað sér til Íslands, annars vegar lækkun á heimsverð og svo styrking krónunar og muna þar töluverð. Vorum að reyna að slá á það það er svona 1000 kall á hverja fyllingu á þá sem að nota jarðefnaeldsneyti sem að olíufyllin taka þá í bara gengishagnað. Það er sáralítil samkeppni í flestum sviðum og þú varst að tala svona græðgisbólgu sem að ýtti undir verðbólgu. Við sögðum frá, vorum við fréttir hér af því að í Danmörku að þá er ríkisstjórnin að vinna að því að lækka matarverð. Í Svíþjóð að þá kallaði ríkisstjórnin forstjóra stóru matarkeðina á teppið fyrir okkur. Bankarnir munu líklega skila 100 milljörðum í hreinan hagnað á þessu ári sem er náttúrulega stjarnfræðilegt sem er eitthvað 2% af landsframleiðslu sem að þekkist hvergi að byggja bóli. Einu sinni gerðist þetta að sem var ógnar hagnaður á bönkunum í Noregi að þá voru bankastjórarnir kallaðir fyrir þingið og látnir lofa því að gera þetta aldrei aftur. Kannt þú að svara því á hverju íslensk stjórnvöld telja sig ekki? Er það að sömu ástæðum á varðandi hávaxtastefnu Seðlabankans að þetta sé eiginlega einhver vísindi eða að það megi raska markaðnum? Á hverju er íslensk stjórnvöld svona deig á því að mæta fyrirtækjum sem eru að okra á almenningi? Í öllum löndum í kringum okkur væru stjórnvöld að bara hóta lagasetningu, hóta verðþaki, bara hóta alls konar hlutum ef að markaðurinn ætlar að vera að nota aðstæðuna til þess að blóðumjólka almenning. Hvers vegna, það ætti að vera hagur ríkisstjórnarinn á verðbólgunni niður. Stjórnvöld hafa náttúrulega lengur leiti búið sumar þessum hækkunum til. Og við sjáum það til dæmis að innlend vara hefur hækkað miklu meira heldur en innflutt. Ég held að innlend vara sé hækkað kringum 5%, innflutt einhverstaðar kringum 1%. Þannig að það er alveg rosalur munur. Og ég held að sé alveg hægt að halda þið fram að búurlögin hafi þar einhver áhrif. Kjöt hefur hækkað undarsett meira en annað. Já, og þar sem að kjötafurðastöðvar eru þeim er kippt, þau gerðar undanþegnar samkeppnislögum. Og auðvitað eru því margir skólar í þessu eru samkeppnislög lausnin að minnstakosti gagnvart því þeim svona leikreglum sem við höfum búið til í kringum okkar kerfi þá er sterkt samkeppniseftirlit algjör forsenda þess að þetta virki eitthvað. Þannig að þarna tekur bara hluta því sem snýst bara afkomu fólks og verðið í búðinni og gerir það undan þeir. Og svo náttúrulega á síðasta þingi þá og það var þetta gagnrýnt hvernig þetta var gert svona skjólinætur og annað slíkt. Samið að lögfræðingum hagsmunaaðila? Já, akkurat. En og milli annar og þriðju umræðu allt þetta. En á síðasta þingi þá lá fyrir eitthvað frumvarp sem átt að minnsta kosti að hægja á þessu og jafnvel að kalla þetta tilbaka. En bæði stjórn og stjórnarandstaða settu allt sitt púður í þetta veiðigjaldamál. Það var bara ekkert annað sem komst að og það er fleira sem varðar hagsmuni almennings en veiðigjöld og þannig að þetta einhvern veginn bara dagar uppi og þá ertu komið með svona sem á ensku kalla path dependency, ertu komið með svona farveg það er rosalega erfitt að vinda ofan á svona þegar allir hagsmunaaðilarnir eru búnir að sameina sig og og það er svona uppbrot mjög flókið eftir á Þetta er svona eitt dæmi það hvernig stjórnvöld hafa beinlínis haft áhrif á það að við erum að borga meira en við þyrftum að vera að borga. Hitt er náttúrulega raforka. Þar sem að bara búa til og þegar ég sé stjórnvöld er ekki að tala um þessa ríkisstjórn, ég er bara að tala um svona stjórnvöld liðina ára og jafnvel áratuga. Það er náttúrulega bara búa til einhvern reglurama, það sem búa til sérstaklega milliliði sem þurfa að fá sína tíund og þetta gerir verkum að raforka er að hækka umfram verðbólgu og þá muni hagsmunaaðilar koma og segja að það eru út af orkuskorti sem er náttúrulega fráleitt og ég hef stundum sagt að þegar við erum oft svolítið fixirð á skattana sem við borgum og við eigum að vera það af því að auðvitað er auðvelt fyrir
ríkisstjórn hvers tíma að seilast aðeins dýpra og sækja aðeins meira og auðvitað eigum að vera aðhald og segja, þú veist, það ekki hægt að hækka bara skatta á venjulegt vinnandi fólk eins og ekkert sé. En ég hef líka svolítið verið að segja, en byrju, hvaða skatta erum við að greiða bara til þess að halda úti ríkasta liðin í þessu samfélagi? Hvar hinn sjálftakan? Hvar sjálftaka fjarskiptafyrirtækjana, jável tryggingafyrirtækjana, þessar matvöru fyrirtækjana, olíufyrirtækjana sem að við erum kannski alltaf að borga aðeins meira fyrir allt en við þyrftum að borga sem að ratar, sem að safnast þegar saman kemur og hefur áhrif á okkar afkomu frá mánuði til mánaðar en safnast líka í vasa hinna ofsaríku og þetta finnst mér að við þurfum að fara að fókusa aðeins á bara þetta litla hér og litla þar sem við greiðum aukalega fyrir allt til þess að einhverjir nokkrir fáir geti grætt og ég held að við þurfum að fara að sporna alvarlega gegn þessu. Maður sér í lenga umræðu á meðal í ríkisstjórninni aðgerðir þessu leyti. Það eins og sé trúa því að við verðum bara aðlaga okkur að markanum svo kallar markaði sem náttúrulega bara tiltölulega fámennur hópur sem að stýrir hér allra stærstu fyrirtækjunum og við verðum að setja okkur við það. Nei, ég hef fengið mér bátt fyrir það frá samtökum atvinnulífsins að yfirleitt að vera að tala um þetta Þú átt ekki að vera að tala um það að sem dæmi dæmi nógu Sirius það hækkar heimsmarkaðsverð á kakói hækkar lakrísinn þá hækkar laupið og hækkanirnar halda áfram löngu eftir heimsmarkaðsverðir fyrir að lækka eða balanserast og samtök atvinnulífsins skamma mig fyrir að vera að vekja athygli á þessu og ég sé að einhvern veginn svona æsa fólku upp gegn fyrirtækjunum sem það starfar hjá og eitthvað annað slíkt en þetta var dýllinn þau áttu að halda aftur að sér vandinn sá að við erum með þaka okkur það eru takmarkanir á okkur engin merki að fyrirtækin hafi gert en það eru ekki neinar takmarkanir á þeim við höfum engar þumalskrúur á þeim sem að stoppa þau af þegar þau gera það sem þeim sýnist nema forsöndu ákvæði kjarasamninga sem að þetta eru svona almenn þar sem að verðbólguviðmiðið var frekar hátt en sjáðu til, við erum alveg bara rétt undir því þú veist, það bara munar og með þessu áframhaldi þetta er óheppilasta staðnum fyrir launafólk og með þessu það verður betra verðbólga var aðeins hærri svo verður þetta að segja upp samningunum og sækja kjarabætur sækja sem við höfum tapað en með þessu móti gæti forsöndu brostið á næsta ári ef þetta heldur svona áfram á ákvæðum sem að voru mjög rífleg og allt og rífilega mati okkar í VFR þannig að ég held líka verkalýðshreyfingin þurfi að hugsa þetta svolítið alvarlega, þú veist, þegar við göngum til samninga með einhverjum svona óljósum loforðum að, þú veist, vexti og heldum margir að vexti myndi bara fara niður bara korter eftir að kjarasamninga voru undirritaðir, en það var Seðlabanka Það var búið að dæla inn sjóðagsspám frá Seðlabankanum og félögum að það myndi gerast. Það var það sem hann var búin að segja, hann sagði kjarasamningar eru stærsti óvissu þátturinn fyrir vaxtalækkunarferlið, sagði hann. Svo koma kjarasamningar sem eru með lágum hækkunum og mörguleiti bara slakir, þannig séð og en ennþá halda stýrivextir áfram að vera háir. Og nú þú veist, nú er komið hálft annað ár, eru ekki dætt í það? Af veruleika þar sem kannski bara venjuleg fjölskylda kannski að borga upp í 2 milljónir aukalega ári fyrir þessa hávaxtastefnu og nú ég að gefa mér óverðtryggð lán og annað slíkt. Þú veist, það sjá allir að þetta gengur ekki. Þá má spyrja kjarasamningi sem er mjög langur og lágar hækkanir og svolítið víð verðbólgu viðmið. Það er ólíklegt að þetta segja honum upp og leiðréttan. Á meðan að þá hefur verkalýðshreyfingin raunverulega lítið afl, hún hefur bara afl meðan hún situr við samningsborðið og svo er þetta bara svona skoðanir eins og þú með ég sit bara og gjamma eitthvað og það er það kannski líka svolítið lærdómur af þessum samningi að ef að verkalýðshreyfingin ætlar bara að semja á 3 og 4 ára fresti að þá verður að ná einhverjum afgerandi breytingum í húsnæðismálum í einhverjum svona stóru málum ef að því að annars ertu að horfa fram á það að við sjáum eitthvað svona sérstakar bætur á grunnkerfi samfélagsins fyrir bara eftir nokkru áratugi ekki in our time eins og sagt Sko það er alltaf rosalega auðvelt að segja hvað ekki gerir kjarasamningum og svo er þetta flóknar að gera þau og landa niðurstöðu og auðvitað er það rosalega háð
umhverju hvers tíma fyrir sig. Ég bara tala hvaða lærdóm að draga af þessari stöðu. Já, ég bara svona setja það sem fyrirvara, sko, þú veist að það er rosalega auðvelt að sitja kannski ekki inni og segja allir séu að það átt að gera þetta svona og hugsa þetta eins. Það er dæmi að það var vilji meðal samningsmanna að setja inn í samningana tiltekna stöðu stýrivaxta. Það var metið að það væri bara ómúlegt, það væri inngrip inn í sjálfstæði Seðlabankans og annað slíkt. Kannski eftir samningsaðalar verkalýðshreyfingin segja bara, við ætlum bara að hafa það samt. Þetta er bara eins og að setja neysluvísitölu. Það er ekki inngrip inn í hinn frjálsa markað með neysluvörur. Já, það var allavega, ég ætla samt að svona klára þetta, ég vil ekkert vera að setja með okkur háan hest og segja, allir aðrir sem hafa samið eru vitlausir, og það er ekki þannig, það er alltaf innan verkalýðshreyfingarinnar fólk alltaf að gera það besta úr aðstöðunni sem eru á hverjum tíma og hún er háð rosalega mörgu, hún er háð samstæðin hreyfingarinnar, hvernig er þið pólitíska landslag, hvernig líður félagsfólki, hvað setur það á oddinn, það er rosalega margir þættir sem koma að neina og búa til þessa samsöðu og mörguleiti hefur, hafa svona megin þættirnir gengið ágætlega, það er að segja að vernda hlut launafólks í framleiðinu aukningunni og passa upp á að kjör launafólks ekki verða lakar og lakar eins og við þekkjum í mörgum löndum í kringum okkur. En ég held eins og þessi rétt að það er að horfa á þetta svolítið í krítisku ljósi að gera samninga á verðbólgutímum með launahækkunum sem eru vel undir verðbólgu án þess að hafa eitthvað bæði belti og axlabönd getur verið varasamt og auðvitað getur verið einhver aðstæður að þú kemst ekki lengra eitthvað slíkt en ég held að þetta hafi verið varasamt og kannski er þetta ein hugmynd að setja þessa stýrivexti bara sem forsendur ég veit alveg hvernig þið brugðistu því hinum með við samningsborðið og annars slíkt. Það eru allir rosalega móðgæðir. Það eru allir rosalega móðgæðir en ég held að verkalýðshreyfingin líka það þarf einhvern veginn að reyna að ná samkomulega einhver svona rauð strik fyrir hreyfinguna. Að við eyðum ekki mikla energi að semja við okkur sjálf og heldur eyðum energiin í að semja við í samningarna sem þessi staði samningaborðið. Ég held að það skiptir miklu máli og náum svolítið svona sameiginlegri sýn á þetta og ég meina þetta var auðvitað þessar deilur allar sem voru saleg og þessi síðustu samningar eru náttúrulega saleglegir og að gefa línuna fyrir allan hópinn. Já, og bara sá sem er fyrst og þá er bara allir að fylgja og innan verkalýðshreyfingarinnar eru bara rosalega skiptar skoðanir á þessu og erfitt að ræða sig einhvern veginn saman og það er bara reynst erfitt það er svona, og fólk auðvitað verður svona svolítið stendur með þeim samningu sem það undirritar og maður skilur það upp einhverju marki en þegar þú undirritar samning og tekur svo sjálfur upp bara byssuna og beinir henni öllum sem eftir koma og segja að þið verðið að gera sömu samning og ég ef maður vill vera mjög svona orðkvass eða jafnlélega samning og ég þetta finnst mér ekki ganga og ég held að við verðum einhvern veginn að brjótast út úr þessu. Já, og það er líklega sterkari og víðari samstöðin af verkalýðshreyfingarinnar ef það á að ná að móta nýtt húsnæðiskerfi sem sannarlega þarf á að þjóð þarf á að halda. Já, það þarf fólk að vera sammála að sé ekki hægt að kaupa einhverja hópa fram fyrir röðina til þess að brjóta þessar megin kröfur á baka aftur. En þessar kröfur voru ekkert, þú stundum talað svona kínverska matsæla, þegar maður fer inn með bara allt í heiminum, en þessi húsnæðismál, þau voru bara ekki það var ekki nógu mikil þungi í þeim, vil ég menna. Samt finnst mér, ég nú verið að fylgjast með samningum og verkalýðshreyfingunni í mörg ár. Hverjum samningum, í aðdraganda hverju samninga, það var alltaf sagt við mig að þetta séu núna komið samningarnir húsnæðismál. Já. Þess vegna spurði ég þessu áður, hvað veldur því að það gerir það ekki. Já, það er náttúrulega vita allir að þetta er viðfangsefnið, Að sömuleyti má segja, ég nefndi það við þau sem voru að semja á sínum tíma fyrir 1,5 ári, að þetta veri risastórt veðmál, þessi samningar, lækkun stýrivaxta. Og að einhver leyti voru væntingar þar það að þeir myndu leiða til lækkunar stýrivaxta sem að væri raunverulega svona stuðningur við skuldara og þar með í húsnæðismálum. Að það var eiginlega húsnæðismála hlutin var veðmálið lækkun stýrivaxta, eilítið aukið húsnæðisbætur til leigjenda sem eru runna núna allar til leigusala eins og húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur bent á. En þetta veðmál sem var að það er ekki að ganga upp.
Og ég meina Seðlabankinn búin að segja það núna að hann ætla ekki að lækka vexti fyrir að verðbólgan fer að nálgast viðmiðin 2,5%. Það gerist ekki á þessu ári og það gerist heldur ekki á næsta ári. Og það segir Seðlabankinn sjálfur. Já, og ekki fyrir nónu tekst að pína líka þá sem eru komnir yfir verðtryggð lán. Og það þarf maður að skoða við hvað aðstæður færi fólks yfir í verðtryggð lán. Það er að hitt er óbærilegt. Já, hitt er óbærilegt og ég held að flestir verður til í að taka á sig tímabundnar byrðar við að hanga í óverðtryggðu sko, en þú færir þig þegar hitt er óbærilegt og nú á að gera skjólið þitt óbærilegt líka og það eru skilabúðin. Herru, Halla, gaman að fá þig hingað að ræða efnahagsmál, en mest kannski hávaxtastefnu Seðlabankans og niðurskurðarstefnuna. Kærar þakkir. Takk fyrir mig. Við ætlum hins vegar að halda hér áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja þetta samfélag sem er síbreytilegt. Næsti kafli eftir augnablik. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Já, við ætlum næst að huga að menntamálum. Það er nú ágætt að ganga brosandi til þeirra því að sum okkar hafa nú áhyggjur á þeim og full ástæða til þess að kannski hafa áhyggjur á sumu sviðum. En eins og þið kannist við þá er umræðan oft, hún verður svolítið svarthvít, hún verður allt sé frábært eða allt sé ömurlegt og maður veit stundum ekkert sjálfur hvað maður á að halda, hvar við stöndum og þá er ég einhverjum að huga grunnskólamálunum. Við heyrðum hér fyrir framkvæmdastjóra Heimilis og skóla sem að komi viðtal til mín fyrir skemmstu, kennara og kennslufræðing sem að ræddi það hér í settinu að grunnskólar óttuðust ekkert meira en neikvæða umræði í fjölmiðlum og fyrir vikið þá væri úrlausnarefnum og vandamálum stungið undir stól og það er nú reyndar verið talað að þessi stofnanalandlegt en engin veit í rauninni hvort þetta er ofsagt eða ekki eða eitthvað til í þessu eða hvernig það er. Við vitum líka að sumir skólar verðast vera að taka upp eitthvað sem sumir kalla samræmdpróf en aðrir kalla könnunarpróf og það farið mikil umræða fram það og það er margt sem við höfum til að hugsa og góðu gestur komin til okkar hérna skólastjóri Hagaskóla. Vertu velkomin Ómar Örn Magnússon. Takk fyrir. Skólaárið nýhafið. Er að hefjast. Og er ekki líf og fjöri á göngunum þessa dagana? Heldur betur. Það er svona fyrsti eiginlegi skóladagur samkvæmt stundatöflu í dag og almennt myndi ég nú segja bara nemendur koma vel undirbúnir eða útkvíldir eftir sumarið og eins og þau segir líf og fjör en allt gengur nú bara samt sinn vana gang sko. Sem nú kannski meiri fréttir að eins og í okkar tilviki að 630-40 nemendur finna allir sinn bás og komast fyrir á réttan stað og í gegnum skóladaginn. Já, þetta er mjög stór hópur. Já. Aðeins áður en við förum í það sem ég imbraði á í kynningu, þið eruð að stíga skils mér stærri skref eða svona fastari skref hvað var að símanótkun nemenda en áður ekki? Já, eða sko við höfum svo sem bara núna í 3-4 ár haldið því að nemendum og foreldrum að okkur langi til þess að nemendur fái frí frá símtækjum sínum yfir skóladaginn. Þau eru öll með tæki frá skólanum, það er síðan námstæki sem þau geta notað og þurfa að nota. Við svona höfum verið að gera, ég getur satt kannski einhverja tilraunir eða pröfur á því hvernig svona virkar og ég held að mjög margir skólar hafi farið út í þetta, byrja kannski á því að prófa að fara í skóla, í símafrí 1 dag eða viku og lengja það síðan. Hagaskóli var sko sællar minningar eða þannig á 3 stöðum fyrir 3 árum og þá var þetta að vinna þetta svona með 1 árgang í einu og svo komum við saman á þar síðasta ári og höfum svona verið að reyna að sannfæra nemendur gæði þessa og ég er nú ekki
langan tíma eða reynslu núna þetta skólaárið en við vorum svona skýrari í skilaboðum bæði til nemenda og til foreldra núna við upphaf þessa skólaárs og dagurinn í dag og föstudagurinn hafa verið algjörlega frábærir. Við finnum samt alveg fyrir því að þegar að símarnir eru ekki með nemendum að þá meira líf og fjör. Já. Það þau tala meira saman og kannski tuskast svolítið sko, eins og bara gert var eða tíðgæðist bara í gamla daga en við höfðum áður en við fórum af stað í þetta bara þá var svona tuskugangur bara eiginlega tíðgæðist eða við bara sáum það ekki á göngum sko en núna þurfum allir að finna sér eitthvað að gera og þetta viljum við líka koma til móts við nemendur með það að útvega þeim þá annað að gera þar sem þau eru saman hvort sem að það að spila eða sitja og spjalla eða fara út fyrir að hreyfa sig eða eitthvað þess að þar. Með aukinni hreyfingu verður leysist úr læðingi einhver svona góður efnaforði sem ætti að hjálpa þeim í náminu? Algjörlega, klárlega og svo líka bara og við megum ekki svona missa sjónar á bara mikilvægi þess að vera með öðrum í skólanum. Þetta náttúrulega bara að ná mér samfélagsleg svona athöfn sko, sem að gerist í samfélagi með öðrum og ekkert bara inn í skólastofunni sko. Þá til dæmis Ragnar Þór Pétursson kennari sem tjáð hefur sig opinberlega það að þetta finnst honum mjög vond hugmynd. Hann bara á villigötum eða skoðunum mjög skiptar á meðal kennara Já, fólk hefur alltaf einhverjar ástæður fyrir sínum skoðunum og kannski horfa á hlutina mismunandi augum og hann hefur alveg margt skynsamlegt til málan að leggja í þessu og ég bara virði þær hugmyndir sem að aðrir leggja fram. Við höfum okkar svona rök fyrir því sem við erum að gera og við höfum líka bara verið að skoða og hlusta og fengum meðal annars Viðar Halldórsson til okkar að tala við okkur félagslega töfra og sjáum fyrir okkur að baða börnin í skólunum eða þau baði hvort annað upp úr félagslegu töfrum og sjáum raun og veru kannski bara fyrir okkur að það verði kannski áframhaldandi skref í því þannig að hverfið okkar Vesturbærin verði svona hverfi félagslegara töfra þar sem við horfumst í augum og tölum saman og heilsum hvort öðru og skiptum okkur að hvort öðru líka sem að við bara teljum að skipta miklu máli. Viðar segir að einn einstaklingur pluss annar einstaklingur summan af því verði meira en 2. Jú, nákvæmlega. Þannig að í 700 manna samfélagi eins og Hagaskóli með nemendum og fullorðnum að þá geti summan orðið ansi hátala. Sko. Já. Ég man eftir frétt Ríkisútvarpsins þegar Akureyringar tóku stærra skref í símamálum heldur en gekk og gerðist fyrir hvort það var ár síðan eða 2, ég man það ekki en þá man ég að það var rætt við einhverja nemendur sem sögðu sko allt okkar líf í símanum, peningarnir í símanum, ég get ekki keypt snúð í bakaríinu. Þið þurfum ekki að ágjöra þessu? Sko þetta úrlausnarefni og við svo sem bara bentum nemendum á þetta strax í upphafi að ef að það eru nemendur sem að fara kannski út í búð í frímínútum eða í hádegishlé til þess að kaupa sér nesti, auðvitað væri best bara að kemja nesti með sér eða bara myndi borða matinn í skólanum en það alveg leiðir í því, það alveg hægt að hafa samband við banka bara og fá kort og ég benti nemendum á það á skólasetningu að þau þurftu bara að koma með kort eða ávísanahefti og það skapaði þó umræðum hvað ávísanahefti sem það enginn vissi náttúrulega en þú veist, það alveg leiðir og lausnir við þessu og svo það náttúrulega þannig í stórum fjölmennum skóla að það eru alls konar nemendur og snjalltæki eru mjög góður stuðningur við ákveðna nemendur og auðvitað þurfum við líka að kenna nemendum það að það getur vel verið ástæði fyrir því að einhverjir nemendur eru með sín snjalltæki. Við erum til dæmis með nemendur sem tala íslenska ekki sem móðumál sem að nota snjalltæki til þýðinga og það bara frábært. Við ætlum reyndar að útvega þeim bara tæki frá skólunum og erum bara að bíða eftir að það komist á en bara sem dæmi nemendur sem að snjalltækin gagnast meira en þau kannski svifta þau samskiptum.
það getur vel verið þannig. Það eins og ég sagði áðan, sko, þá höfum við gert undanfarið 3-4 ár höfum við farið af stað og náð að halda út í ákveðin tíma og svona, svo sem alveg verið sammála öll innanhús ágæti þessa, en við höfum aldrei fundið eins mikinn og þéttan stuðning frá foreldrum eins og núna. Já, heimilin eru komin á annan stað. Algjörlega. Og það ekki bara þannig að, eða bara það alls ekki þannig að foreldrarnir sem hafa verið í sambandi við okkur eftir að við upplýstum þessar hugmyndir okkar, að þau eru ekki með þessa hugmyndum frábært að þið séu að hugsa þetta, þannig að við getum þá verið rólið þó þau séu símanu heima, vegna þess að það virðist bara vera umræða inn á heimilunum það að þetta eitthvað sem við viljum snúa svolítið ofan af. Já, og sumum heimilum eru börnin farin að taka frumkvæði og farin að setja foreldri sínum skóla. Meira að segja, sko. Og sem svona bæði broslegt en líka svolítið sorglegt. Já, það það. Eins og ég sagði áðan, sko, það náttúrulega kannski ekki alveg hægt að dæma eftir einn svona hefðbundinn skóladag, en ég var náttúrulega bara á öllum göngum í dag og sko ég held ég sá miklu fleiri bækur á lofti. Nemendur sátu á göngunum, voru svo sem kannski ekki endilega í samskiptum, við voru þá að lesa bækur og eins og ég nefndi áðan, ég meina við urðum alveg vör við það að nemendur voru bara í galsa og í leikjum og að tala saman og ég segi það líka, sko, að það alveg nemendur sem að hugsa með sér enn eitt árið sem að byrja svona, ég veit að þau halda þetta aldrei út, en svo eru bara fullt af nemendur líka sem bara takk fyrir og við ætlum að standa með ykkur í þessu, sko, eða með okkur í þessu. Þannig að þú myndir álykta að gæði kennslustunda og gæði kennslu og sem sagt gæði móttöku barna í kennslustund að þau aukist ef eitthvað Já, ég held sko bara gæði skólans sem þessa svona félagslega batteri, sko. Bæði innan skólastofunar og af því að það hefur svo sem ekki verið vandamál hjá okkur undanfarin ár að snjalltækin sé að trufla nemendur í kennslustundum. Mjög lítið það. Og þess vegna fannst mér áhugavert þegar það var tilkynnt með látum í sumar að Finnar væri að taka af skarið og banna snjalltæki í kennslustundum. Það hefur ekki verið vandamál hjá okkur í allnokkur ár núna, en við vildum svona taka skrefið eitt í viðbót og Og það eru aðrir skólar þar sem að ég hef heyrt frá fyrstu hendi að þetta hafi að mati sumra nemenda haft neikvæð áhrif á kennslustund. Já, og ég held að séu nú flestir skólar að gera alls konar eða minnstakosti að velta því fyrir sér eða hugsa. Og það bara eins og þetta á að vera og við eigum bara að prófa og sjá hvert það leiður okkur og stundum dettu og þá þurfum við bara að standa upp aftur og prófa en við þurfum líka að vera tilbúin til þess að svona horfa svolítið yfir hópin og sjá að það eru náttúrulega bara alls konar nemendur í stórum nemendahóp og það getur vel verið að hendi einhverjum Sumum að fá að hafa síma. Já. Sko, hér fyrir skemmstu, líkt og ég nefndi í inngangi, þá var hér kennslufræðingur, hann tjáði sig á fleiri fjölmiðlum og hann sagði að mat á gæðum skólastarfs væri í skötulíki. Hann nefndi að hvað maður að segja að máttur fjölmiðla og samfélagsmiðla væri svo mikill að skólastofnanir gerðu allt hvað þær gætu til þess að víkja sér undan umdeildu verki, hvort sem það væri í skyni betrumbóta eða einhverju slíku. Ef það gæti leitt til þess að yrði neikvæð umræða, og hann talaði mikið að skólastjórnendur væri mjög smeykir við neikvæð umræðu, og hann að vísa kannski til þess að tímarnir eru breyttir síðan kennararnir og skólastjórinn hafði völdin í grunnskólanum. Núna þetta náttúrulega mikill þrýstingur sem kemur frá foreldrum. Ég veit að drjúgur partur kennara og drjúgur ástæði þess að kennarar lendi í kulnun tengt samskipti við foreldra og alls konar þrýstingi og látum þar. En eigum að varpa þessu til þín, hvort einhver svona freistni hvati
hjá skólastjórnendum þegar kemur að því að einhver manneski kemur að meta skólastarf að stinga hlutum undir stól? Nei, sko, ég náttúrulega fylgdist með þessari umræðu og svo sem eins og margt sem í umræðunni, sumir virðast hafa svona tilhneigingu til þess að stökkva á það sem að gagnrýnivert við það hvað sagt eða þá jafnvel hvernig það sagt og ég geti svo sem alveg haft einhverja skoðunum á því. En mér finnst líka bara svolítið mikilvægt að draga fram það sem kannski réttmætt og mikilvægt að skoða í því sem framkemur í umræðinni og ég algjörlega sammála Arnar í því að það vantar betri upplýsingar stöðu skóla. Og það alveg rétt sem sagt að ytra mat náttúrulega bara fer í raun og veru ekki fram. Það engin utanaðkomandi sem að fylgjast með því hvernig við í Hagaskóla stöndum okkur aðrir en fjármálastjórinn á skóla- og frístundasviði. En það var einhvern tíma þannig. Og hann svo sem bara að fylgjast með fjármálum, sko. En var það þannig að... Já, það var framkvæmt ytra mat og Reykjavík... Sem kostaði pening. Já, alls sjálfsögðu. Og mennur að skera niður hennar pening. Já, eins og hann bendir á. Og það sko eftir að grunnskólandi fóru til sveitafélagana þá framkvæmti Reykjavíkurborg sjálf sitt ytra mat og við í Hagaskóla fengum, ég man ekki hvort þetta átt að rúlla á 5 ára fresti eða eitthvað svoleiðis og við fengum í 1 eða 2 skipti ytra mat þaðan en þar áður ríkið. Sko, ég hef verið með börnin mín í skóla út í Englandi, það sem náttúrulega alræmt ytra mat frá Ofsted og það gengur svo langt, það sko að því leyti gott að það lögð mikil áhersla að meta það sem fer fram inn í skólastofunni, sem náttúrulega algjör lykill og það matsaðalar sem kom inn í skólastofunni ekki bara fylgjast með kennurum og hvað þeir gera heldur hvað nemendur að gera og hvernig nám fer fram hjá nemendum. Ég man eftir að dóttir mín var einmitt einu sinni í Ofsted-mælingu tekin til hliðar og farið bara gegnum skólatöskunni hennar og matsmenninni fóru bara gegnum námsbækurnar og hvernig henni var kennt að glósa og svo framvegis. Mjög áhugavert og við höfum aldrei haft svona mat. Væri það til bóta? Myndirðu vilja ganga eins langt? Já, það mat, við getum haft svo sem ýmsar skoðunar því framkvæmdin á því, en aðallega myndi ég gagnrýna að hvernig það síðan nota, hvernig það birt og skóla birta niðurstöðunar að sjálfsögðu vegna þess að það bara skóla sem í samkeppnum nemendur og vilja birta góða niðurstöðu. Og þeir birta yfirleitt útkomuna úr náminu og að því að eflaust myndu kominu umræðinu samræmd próf líka sem útkoma námsins og skólar þegar að samræmdu prófin voru þá þetta bara komið mjög misvel út en samræmduprófið mælir ekki hvað fer fram inn í skólastofunni, hvernig fer nám fram, sem miklu mikilvægara. Útkoman það svo margt sem getur haft áhrif á útkomuna annað en það sem fer fram inn í skólastofunni svo sem, ég meina það bara bakgrunnu nemenda hefur sýnt fram á og aðrir þættir. En ég held að væri mjög gagnlegt að hlutamati og það svo sem eins og í Hagaskóla það hluta af innramatinu okkar að meta hvað fer fram í skólastofunni. Við stjórnendur sem komum að þeim þætti innramatsins, heimsækjum alla kennar og sitjum hjá þeim tölum við þá og notum ákveðna matslista til þess að fara yfir það sem gerist inn í skólastofunni hjá nemendum og bara eins og hjá okkur frábæra niðurstöður það sem við sjáum til dæmis sem aðal styrkleika í kennslustundum hjá okkur virkni nemenda. Langflestir nemendur mjög virkir, langstærstan hluta kennslustundana sem frábært. En við sjáum líka ákveðnar áskoranir þar sem bara hluta af okkar innramatskíslu sem við erum þá bara að vinna með kennurum eins og að árangursviðmið séu skýrar en þau þar sé að nemendur viti betur til hvers ætlast að þeim, nemendur og foreldrar ef því ber að skipta. Þannig að þetta mjög mikilvægt, ekki bara til þess að meta og stimpla, heldur líka bara eins og Arnar segir, að þetta bara rosalega faglegt tæki til þess að stýra skólastarfi. Að það séu ákveðin viðmið og ákveðin rammar sem að allir þekkja og við erum að fara eftir og erum sammála að skipta máli. Að við séum að meta það sem við erum sammála að skipta máli. Já. Hefur það aldrei komið fyrir ykkur í Hagaskóla að kanna eitthvað, skoða eitthvað, niðurstaðan neikvæð og því að þið bara
ákveðið að birta ekki? Nei, já, birta, nei, þú getur fengið upplýsingar. Niðurstöður sko við erum með nokkuð stíft og öflugt innra mat sem að reyndar í fyrsta skipti við höfum verið stjórnendahópurinn í Hagaskóla núna, þetta er 3. ári sem við erum að byrja, þannig að á síðasta ári fórum við svona fyrsta hringinn í innra matinn okkar. Það eru ákveðin atriði þar sem að við viljum lagfæra, annars vegar eitthvað sem við viljum lagfæra í skólastofunni með kennurunum okkar og það er þetta sem ég nefni til dæmis árangursviðmið, að það sé skýrara fyrir nemendum til hvers að ætlast að þeim og það er mjög mikilvægt og kemur meðal annars fram í einum punkti þessara 16 punkta mennta yfirvalda í Kópavogi sem við kannski tölum á eftir, að það sé skýrara fyrir foreldra til hvers að ætla sem er mjög mikilvægt. Það kemur fram líka við notum þessar skoðanir á kennslustundum, við notum rýnihópa, viðtöl, starfsmanna og kennara og svo notum við svona þær mælingar samræmdu það eru missamræmdar sem við höfum aðganga á. Það er þá fyrst og fremst skólapúlsinn sem að svona metur svona kannski viðhorf nemenda frekar en árangur og svo erum við með lesfimiprófin sem er eina samræmda mælingin sem við höfum hingað til en nú að bætast við matsferill miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu sem að við bara hlökkum til að fá inn í svona okkar matsafn. En til dæmis í mælingunum kemur fram að nemendum í Hagaskóla við tölum að við viljum vera fyrir ofan meðaltöl en þar erum við bara í meðaltali með líðan nemenda. Og við skoðum þá lista og það spurningar sem það liggja baki og sjáum að nemendur í Hagaskóla eru glaðari en jafnaldrar þeirra en þeir hafa meiri áhyggjur og þegar að skoðu þeir opin svör við þeim spurningum að þá kemur fram að það eru svona fyrst og fremst frammistöðu áhyggjur. Að það eru gerðar miklar kröfur til þeirra og ekki endilega bara í skólanum vegna þess að það getur líka verið utan skólans í tómstundum eða íþróttum eða hverju sem það er. Það sem að okkur snýri því og rýmar algjörlega við það sem við erum að tala að er að gerast inn í skólastofuna að sé skýrt til hvers ætlast að þér. Vegna þess að það minnkar, ef þú veist betur til hvers ætlast, þá mögulega minnka frammistöðu áhyggjurnar eða þú veist bara hvað þú þarft að gera til þess að ná árangri. Þannig að þetta svo sem alveg talar saman. En ég get bara að tala fyrir eitt skóla sem er Hagaskóli og ég get bara sagt að blessunarlega eru flestir mælar á grænu hjá okkur, þannig að Ertu í miklu samstarfi við aðra skólastjórnendur? Er eitthvað svona, hafið þið einhvern þverfaglegan vettvang og getið borið sem að bækur ykkar vegna þess að það er alltaf verið að tala að þetta sé jafnaðartæki, ríkis eða opinbert skólakerfi en það er búið að grafa svolítið undan eða setja stóra spurningar við jöfnuðinn með alls konar umræðu sem hefur verið seinni ár. Hafið þið einhvern vettvang? Já, við uppbyggingin hjá Reykjavíkurborg það eru skóla hverfi, þannig að við í Vesturbænum erum hluti af Vesturbænum miðborg og Hlíðar, það sem er samráðsvettvangur okkar og við meðal annars svona samvinnu verkefni okkar skóla í því hverfu í fyrra voru umræður námsmat, við í Hagaskóla gerum svolítið breytingar á námsmat í okkur, við metum núna ekki hæfni við með eins og allflestir skólar gera heldur metum við verkefni eða við köllum það verkefni nemenda sem getur verið verkefni eða matstættir, þetta getur verið verkefni sem nemendur skila, nemendur taka ennþá einhver próf þó að námsmatið sé nú ekkert mjög prófa miðað lengur en síðan getur þetta líka bara verið matstættir eins og sjálfstæði nemenda, ábyrgð á eigin námi, vinnusemi, samvinnu, færni og svo framvegis. En þú ert sem sagt kunnugur að einhverju leiti áskorunum annarra skóla? Já, og svo erum við svona unglingaskólarnir, svona systurskólarnir, það er það Hagaskóli, Réttarholtsskóli og Laugalækur og svo er nú reynda Víkurskóli líka að koma inn í þann hóp hjá okkur í Reykjavíkurborg. Við höfum alltaf verið í svolítið samtali og samvinnu sem að sem hefur verið mjög gagnlegt. Og sýnist þér sem þú setur klást við svona svipuð úrlausnarefni og kollegarðínir eða er þetta orðið? Það er mikil umræða sko hverfis skipt gæði. Já, og ég held að það sé ákveðið áhyggjuefni hvað bakgrunnur nemenda
mismunandi eftir hverfum í Reykjavík. Hann það. Það hefur alltaf verið og ég meina Hagaskóli í hverfi þar sem að nemendur, foreldrar barna eru með sterkan félags- og efnahagslegan bakgrunn yfir að heila þó að þetta sé líka hluta til svo litið blandað. En ég mynda mér að þessi munur hafi aukist. Að það séu að því leiti svolítið ólík viðfangsefni. Ég meina bara einfalt dæmi eins og í Hagaskóla eru ætla að séu svona 5-7-8% nemenda sem að hafa íslensku ekki sem fyrsta tungumál. Þessi hópur hefur stækkað mjög mikið undanfarið en samt sem áður ekki fjölmennari en þetta. Það eru skólar í hverfinu þar sem að þetta yfir 50%, og upp í 80% nemenda kannski sem hafa fleiri tungumál. Já, þannig að þarna sparast augljóslega mikill tími að þarna getur orkan öll farið að mestu leyti í sama hópin. Já, það munar alveg klárlega miklu. Og við höfum sagt einmitt þegar við kollegarnir hittum erum svona að bera saman bækur okkar og ég kannski að leita ráða hjá eldri stjórnendum það hvernig ég eigi að fást við einhver samskipti við foreldra sem í okkar hverju hafa miklar skoðanir á því sem við erum að gera, sem frábært. Og ég fæ einmitt þau svör að þú átt bara að þakka fyrir að þú ert í hverfi þar sem að foreldrarnir bæði skilja skilaboðum frá þér og vilja taka þátt í umræðunni og í skólastarfinu. Vegna þess að okkar verkefni fyrst og fremst að bara reyna að toga foreldrarna með töngum einhvern veginn inn í skólana til þess að fá þá til að vera þáttakendur í námi barnanna sinna. Ég veit rætt við kennarar sem segist það var sent tölvupósta sem alltaf hverfa bara út í tómi og reyna að hringja í foreldrarna og ekki. Ég finn reyndar við fundum eins og ég segi, við erum stjórnendur í Hagaskóla núna búin að vera þetta er 3. skólaður okkar og ég hafði verið áður stjórnandi í Hagaskóla fyrir nokkrum árum og ég finn mun á þessu sambandi skólans og foreldrana núna eða á þessum tíma þarna fyrir svona 10-15 árum þegar ég var stjórnandi reyndar í Hagaskóla líka að það hafði eitthvað rofnað og ég veit ekki hvort að það COVID þar sem að skólunum var alltaf bara lokað eða hvort að það var á tímabili þar sem að Hagaskóli var starfræktur á mörgum stöðum víða bæinn eða hvort að sé bara eitthvað í svona samfélagin okkar sem að breytast að við höfum þurft að hafa fyrir því meira að vera í samskipti við foreldra og fá þá með okkur en það svo sem að breytast líka. Okkur hefur orðið, að því við höfum lagt áherslu á þetta og okkur hefur orðið ágengt í því núna undanfarið. Ætli stærsta umræðu eða ágreiningsefnið í umræðum grunnskóla sé ekki hvort við séum að útskrifa nemendur sem hafi einhverju liti verið sviptir tækifærinu að mennta sig almennilega. Ár eftir ár skella á okkur að því verið verri og verri jafnvel sumpart niðurstöðu PISA. Margir segja að það hafi verið mistökuleikinu, samræmdu prófin. Núna, þú veist að minnast á Kópavog, núna eru þar að hefjast próftökur sem hafa ekki verið. Margir fagna því, aðrir eru eitthvað agnúast út í það. Áður en við förum í umræðum þetta, á víðum-grunni, hvar eru þið stödd þarna í Hagaskóla í þessu? Ég meina viðhorf okkar? Nei, eru þið með einhver próf? Já, við erum, og það eru engin það hafi ekki verið undanfarið neinar samræmdar mælingar nema lesfimiprófin sem eru leshraðapróf og við notum þau að hluta til þess að skima þá fyrst og fremst bara fyrir nemendur sem þurfa stuðning en að auki notum við lesskilningspróf líka sem eru bara útgefin en eru all gömul prófin verða að hluta til inn í matsferlinum núna og sem eru mjög mikilvæg líka til þess að skima fyrir nemendum sem að þurfa aukin stuðning. Lesfimiprófin getum við borið saman við landið og séð árangur okkar nemenda samanborið við landsmeðaltöl
En þar hefur sagan endað í svona samanbyrði skólanum. Algjörlega, en sko lesfimi prófin eru náttúrulega, þau eru valfrjálst þannig laga, það er undir hverjum einum skóla komið og ég veit að í sumum skólum og einhvern tíma var það þannig í Hagaskóla því að þessi próf voru fyrst og fremst notuð til þess að skema fyrir nemendur sem þurftu stuðning að þau eru lögð fyrir 3 ári að þá voru þau lögð fyrir alla nemendur að hausti en síðan bara þá sem þurftu að fylgjast með í seinni 2 mælingunum en með því að gera það þannig að þá eru við náttúrulega aldrei að fá neinar raunverulegar niðurstöður í þessum prófum vegna það er þá kannski bara 20% nemendur sem taka þau. Að því leyti er ég mjög ánægður með að og sko átta mikið alveg á þessari umræðu þessar sem að mér finnst bera bara ágætlega skynsamlegu hugmyndir mennta samfélagsins í Kópavogi sko og púðrið hefur farið í að ræða samræmd próf það eina sem að sagt þar að þau ætla að nota matsferil miðstöðarmenntunar sem að komast í gagnið núna og að þau ætli að gera ráð fyrir að allir nemendur taki þau próf eða vinni þau verkefni. Ég vona að allir nemendur muni gera það í öllum eða sem flestu skólum á landinu þannig að það verði svona einhverja raunverulega niðurstöður úr þessu. Já. Hverju spáir það? Er þetta eitthvað? Jú, sko, þetta náttúrulega ekki, það er líka annað, þegar við erum að tala samræmd próf, sko, við erum með þessa hugmyndum gömlu samræmdu prófin sem að voru lykill nemenda inn í framhaldsskólana, allavega á tímabili. En það er algjörlega skýrt eins og matsferillin kynntur að þá hann kynntur sem tæki skólana til þess að fá upplýsingar stöðu skólans, ákveðna nemenda og í samanburði við heildarmengi sem þá væntanlega landið allt og ég hef sagt það bara mjög lengi, okkur vantar þessar upplýsingar. Við erum í allskyns þróunarstarfi í mínum skóla og við höfum ekkert viðmið til þess að meta árangur þess annað en bara skólan sem að reyndar stór skóli þannig að við höfum svo sem svona ágætis viðmið innan skólans en ég meina okkur vantar viðmið við aðra skóla, aðra unglingaskóla eða hvernig sem það og ég held að það sé bara mjög mikilvægt. Ég hefði kallað eftir í mjög mörg ára, við fengjum einhverja niðurstöður bara til dæmis útskrift nemendur 10. bekk. Við fylgjumst með því, í Hagaskóla hefur verið frá því að bókstafakerfið var tekið upp, svona það bil 80% nemenda sem að útskrifast með B eða yfir, það sé B, B plus eða A í 10. bekk í ensku, íslensku stærðfræði, svona sveiflast pínulítið og umræðan hefur verið náttúrulega mjög hávær einhverna verðbólgu og þá veltum við því fyrir okkur, erum við að sitja eftir, þar sé að erum við þá að skerða möguleika okkar nemenda til þess að komast inn í samkeppnisskólana ef að það skiptir einhverju máli, skiptir nemendur greinilega einhverju máli, Þannig að ég beðið upplýsingar ég meina hver bara dreifingin til dæmis bara í Reykjavíkurborg, eru við meðaltal eða eru við fyrir neðan meðaltal sem væri óeðlilegt vegna þess að þegar að samræmdar mælingar voru þá hefur Hagaskóli alltaf verið bara með efri skólum og þegar að skólar fengu niðurstöðu PISA niður á skóla sem var nú reyndar fyrir 10-12 árum síðan, 13 árum síðan, 2012 að þá var skorið fyrir Hagaskóla sem var sennilega eini skólinn sem var með marktaka niðurstöður því við erum bara með það fjölmennan nemendahóp hefði skilað Hagaskóla í topp 10 í PISA meðal hinna 37 eða landana ef við miðum bara við OECD-ríkin meðan Ísland var þá svona miðjavegu og töluvert undir miðjunu núna þannig að við höfum gamlar upplýsingar og við höfum svo sem bara svipað samsetta nemendahóp og margt sem að við höfum haldið í Hagaskóla sem við berum saman við eldri tíma þannig að en við höfum ekki annan samanburð og mér finnst það mikilvægt en það skiptir máli til hvers og hvernig svona niðurstöður verða notaðar og mjög mikilvægt eins og ég sagði áðan að þetta bara mat á þetta bara niðurstöður einhverjar vinnu
það alls ekki hægt að meta gæði skólastarfs út frá þessu. Eingöngu vegna þess að nemendasamsetning mjög misjöfn eftir skólum. Bakgrunnur nemenda mjög misjöfn eftir skólum. En skólar geta samt sem áður sett sér markmið þegar hafa þessar niðurstöður að bæta sig og það væru kannski niðurstöður sem skiptu máli. Ímyndum okkur fjölskyldu frá Ísafirði sem að vegna breytinga á háttum foreldrana þá ákveða fjölskylduna að flytja frá Ísafirði til Reykjavíkur. Og þau að skoða þrenskonar húsnæði í 3 ólíkum hverfum og foreldrarnir vilja vita að einhverju leyti gæði skólastarfs. Ég held að sé í okkur öllum að við viljum börnunum okkar það besta og hefur þetta fólk aðgengi að þannig upplýsingum í dag? Nei, það getur ekki farið á heimasíðu skólan og séð einhver meðaltöl einhverna nemenda, en það held ég að það myndi gefa mjög litlar upplýsingar. Samkeppni meðal grunnskóla tabú umræða? Nei, ég held að sé alveg til staðar og ég meina við finnum alveg fyrir því Hagaskóli sá skóli í Reykjavík það sem eru flestir nemendur utan hverfis eða utan sveitafélags. Þannig að það koma margir nemendur til okkar af ýmsum ástæðum, ekki bara því þeir haldi að námið sé einhvern heldur líka bara hvernig tekið móti nemendur stuðningu við nemenda eða bara að í stórum skóla meira pláss fyrir alls konar. Þú ert þá kannski að segja rökin fyrir því að svona upplýsingar liggi ekki á hreinu vegna þess að þær ítundir stéttaskiptingu og neikvæð viðhorf gagnvart skólum sem ekki standa sig. Þú ert að segja að það séu til leiðir. Já, sko, ef þetta lagi fyrir að segjum bara við værum að gefa í tölustöfum og þú segir þær niðurstöður að einhvernir barna í Hagaskóla væru 15% hærri en einhverjum barna í einhverjum öðrum skóla og þess vegna velur þú Hagaskóla. Það tryggir ekki að barni þitt muni ná 15% betri árangur í skólanum. Það bara mjög margt annað sem hefur áhrif á það. Þú veist, kannski segir þetta ekkert annað en að samsetning nemendahópsins í Hagaskóla svolítið öðruvísi og við sjáum það alveg og það bara eitt af því sem að PISA sýnir okkur. Ef menn myndir nú svona skoða eitthvað annað en bara yfirborðið af þeim niðurstöðum að sko það er munur á árangri nemenda náttúrulega það er munur hvort er tali íslensku sem móðurmál eða ekki og þarf ekki að koma óvart vegna þess að PISA náttúrulega bara próf í skilningi á tungumálinu og hvernig þú getur farið með og nota tungumálið. Það er munur á milli höfuðborgar og landsbyggðarinnar. Það eru alveg örugglega ýmsar og mögulega hluta til sömu ástæðu fyrir því að þar nemendahópurinn fjölbreyttari. Þannig við skoðum það líka. Þannig að þú veist, þetta hefur áhrif. Sko aftur þegar við vorum í fyrsta skipti út í Englandi að velja skóla fyrir börnin okkar sko að bara líka því að ég var að svona stunda rannsóknir einmitt á þessu svona áhrifamætti bakgrunnsnemenda sko að þá líka skoðum við það bara hvernig voru hverfin samsett og okkur var meira sér bara bent á það okkur var meira sér bent á það sem að ég veit ekki hvort að megi segja það sko okkur fariði fyrir utan skólana og horfiði bara á nemendur og foreldra koma og þá sjáum við þið Það má alveg segja það. En ekki það, við létum það ekki ráða valið okkar en þetta voru upplýsingar sem við fengum. En upplifir þetta ekki sem viðkvæmu umræðu? Mér finnst alltaf sko að við séum við erum einhverju rómantískri hugsun, við viljum hafa jöfnuð, við fæst okkar vilja til að tíðanbært það þessu komni að fara út í einhverja einkaskóla, við viljum að öll Íslandsbörn þau njóti tækifæra. En á sama tíma vitum við að björgum misskipt, bjargræði stofnana með mismunandi hætti samanber þetta sem hann nefnir með hvort þú ert með 5 eða 7% nemendahlutfall sem talar ekki íslensku af fyrsta tungumáli eða hvort hlutfallið 60-70%. Mér finnst, ég upplifi sjálfur þessa umræðu sem viðkvæma og mér finnst að sko það sé mikill svona
Ég held að megi nánast tala örvæntingu í þeim efnum. Ég held að það útskýra hluta til hvað verða oft mikil viðbrögð við einu orði sem betur hefði verið ónefnt og maður átt að nota eitthvað annað orð í staðinn. Sko, ég held að séu á þess að ég viti það, þá held ég að hljóta vera þannig að skólar eru mismunandi. Við bara störfum eftir tiltölulega opinni skólanámskrá og svo vitum við bara líka að það getur alls konar gerst í skólum eða skóla fari í gegnum svona ákveðin tímabil og geta komið upp þrengingar. Ég legg áherslu á það að það skipti máli hvernig skólum stjórnað og að stjórnendur séu svona mjög virkir í faglegri vinnu í skólunum. Já. Það hefur áhrif. Það hafa alveg komið tímabil þar sem að tími hefur ekkert endilega gefist í það. Við erum til dæmis stjórnendur núna á fullu í eldhúsinu því okkur vantar kokk ef einhver þarna úti. Okay. Þá auglýsing í loftinu. Þarf hann ekki að vera lærður? Hann þarf að vera lærður. Þannig að við viljum það. Þú veist, þannig að það getur komið upp á. En það sem ég bara segja, það bara mikilvægt að við notum ekki einfaldar mælingar til þess að meta gæði skólastarfs. Já, mér langar líka að koma inn á það sem ég var sjálfur að nefna, að ef það væru auknar fjárveitingar frá ríkinu til þess að taka betur á móti börnum innflytjenda og styrkja þau hraðar og fyrr, þá myndi það líka jafna skólastarfið. Já. Exakt. Jú, þetta gríðarlega mikið. Ég ekki að kenna öllum þessum vinnandi höndum sem bjarga íslensku samfélagi frá mótnin til kvölds með því að koma hingað þetta ástandi, bara svo ég segi það uppátt. Já, og svo það sé líka sagt að við finnum fyrir því að það vilji til, það virðist vera skilningur fyrir því að þetta sé mjög mikilvægt. Og bara í Hagaskóla þessu 3 eða 2,5 ári sem ég verið þar hefur hafa peningar til ISAT kennslu þrefaldast í Hagaskóla, en við erum samt sem áður bara með úthlutað 0,8 stöðugildi til þess að kenna þessum 40 cirka nemendum sem eru hjá okkur og það augljóslega ekki nógu mikið. Þýddu ISAT fyrir mig? ISAT nemndir sem hafa íslensku ekki sem móðurmál. Já, ok. Og þeir eru svona náttúrulega á misjöfnum stigum. Ýmist bara nefndur sem að mögulega eru það bara nýkonur til Íslands og hafa enga undirstöðu eða skilning á málinu og svo eru jáfnvel nefndur sem að vera einhvern tíma og eru lengra komnir. Jáfnvel þó svo að það við þrefaldast upp í 0,8 stöðugildi að þá finnum við alveg að það enga við nóg, en það notum við erum með 3 kennara sem að sinna þessu nemendahópi næringu núna og svona gengur ágætlega. En þetta mjög mikilvægt og það líka mjög mikilvægt að án þess ég ætla að ýta ábyrgð frá okkur í skólunum að við áttum okkur á því að þetta samfélagslegt verkefni. Og ég bara verð að segja það, ég var bara síðasta vor að tala við nemanda sem að sem að ég hafði ástæðu til að tala við út af svona ýmsu sem að var í gangi í skólunum og ég einhvern veginn sagði við hann, bara finnur ekki fyrir því hvað við erum að leggja mikið á okkur við að reyna að koma til móts við þig í skólunum, vegna sem við svo sannarlega verið að gera það og ekki það að ég vildi einhvern veginn komin sektarkennt hjá barninu og hann sagði bara, ég finn fyrir því og þetta frábært og mér rosalega vel tekinn í skólunum og það gengur bara mjög vel. En síðan leið og skóladeginu líkur, þá upplifi ég mig ekki sem fullgildan meðlim í samfélaginu. Hvað sem að það í íþróttunum eða í tómstundum eftir skóla eða bara í hverfinu. Það alltaf dapurlegt að heyra. Já, þetta var og að barnið áttaði sig á þessu sko. Já, einmitt. Ómar, ég ætla svona í lokin að biðja þig að spá fyrir það. Kennarar voru að fá bara töluverðar kjarabætur og voru ekki að því, það svolítið síðan, en hafa fengið töluverðar kjarabætur. Mun það leiða til aukins mannauðs í kennarastétt? Ég vona það. Ég held að þurfi meira til og ég held að þurfi annað líka og mögulega meira til líka. Þetta einn af punktunum sem að meðal annars Kópavogsbær leggur fram sem mikilvægan punkt og ég innilega sammála því.
Okkur hefur aldrei gengið eins illa að fá inn fólk eins og núna í sumar og blessunulega þurftum við ekki marga sko. Okkur vantaði nú bara 2 kennara og þurftum að ganga og Hagaskóli held ég skólinn sem að síðastur finnur fyrir manneklu en allt blessaðist það nú nema. Það segir einhverja sögu hvernig við lítum á þetta starf. Já, ég veit ekki. Það hafa verið, við höfum fundið fyrir því núna undanfarið að það hefur gengið erfiðar og þetta gekk að samningarnir eru núna, svo sem bara 8-9 mánaðar, ekki eitthvað svoleiðis og þannig að við vonuðum nú til þess að það yrði svona meira búst og þetta misjant, þetta pínu misjant eftir milli greina og svo framvegis. Þetta áhugavert. Já, en ég hef heyrt það líka frá kollegunum að þetta bara gengur erfiðar en oft áður. Við erum með nokkra leiðbeinendur en eins og hjá okkur og víðast í Reykjavík eru það þá leiðbeinendur sem eru langt komnir í kennaranámi sem að í mínum huga eru bara öflugir kennarar. Kannski tekur þetta aðeins lengri tíma að svona... Já, vonandi. Já, en ég líka nokkuð vissum að þessi neikvæða umræða endalaust grunnskóla. Alveg klárlega. Fólk frá því að sækja svona störf og ég þekki sjálfur persónulega lærða kennara sem eru í öðrum kimum og partur af þeirri ástæðu er að fólki finnst alltaf þurfa að vera að verja sig sko. Það hefur áhrif og það hefur gríðarlega mikil áhrif og það hefur mjög mikil áhrif á starfandi kennara líka og við höfum bara verið mjög meðvituð að benda fólki á að vera nú bein í baki þrátt fyrir allt og benda á eða við séum allavega meðvituð það góða starf sem við erum að gera og að þurfa að samfæra sjálf okkur það náttúrulega svolítið skrítið sko. En þetta hefur líka áhrif á nemendur. Ég meina nemendur koma inn í skólan með annað viðhorf þegar að umræðan svona og umræðan á heimilinu mikil og neikvæð. Já, örugglega einhvers staðar sko. Já, það ekkert ólíklegt. Þannig að lesa vísi og mbr.is og rú.is bara þessa miðla það búið að vera allt fullt af neikvæðum fréttum. Það einn þingmaður núna sem eiginlega bara í því 24/7 að fjalla þið neikvæða. Já, og svo það nú með margt af og hann fyrir skólastjóri og aðstoðarskólastjóri. Margt af því fólki sem að heldur upp í þessari neikvæðu umræðu. Það alveg punktar í þessu sem eiga fyllilega rétt á sér og eru mjög mikilvægir inn í umræðuna. En stundum það nú bara einhvern veginn hvernig það sagt og í hvaða gír menn eru og ef manni grunar að það sé svona eitthvað agenda í þessu að þá svona þá kannski hlustum við aðeins öðruvísi á það. En það ekki gott að góðir punktar komist ekki inn vegna þess hver segir það eða hvernig það sagt. Við þurfum, og við erum búin að tala það í skólanum mjög lengi að okkur langi í öfluga umræðum skólamál í öllu samfélaginu. Loksins fengum hana núna en hún hefur að mínum að þetta ekki verið nógu uppbyggjandi og nógu góð því miður og það örugglega alls konar ástæði fyrir því. Kannski höfum við skólafólki ekki verið nógu duglegt við að taka þátt í þessari umræðu. Einhverju myndi benda það. En við höfum alveg tekið eftir þessu og þetta hefur vond áhrif inn í skólana, ekki bara á okkur kennara, heldur líka á nemendur, ég alveg sannfærður sem ekki gott mál. Og við finnum líka fyrir því að það verður sífellt erfiðara fyrir okkur í skólunum að benda á það sem vel gert og fá umfjöllun það út í samfélaginu. Ég man þá tíð sem að við gátum bara hringt í hvaða fréttastofu sem og þeir komu nánast undantekningarlaust og fjölluðum söngleiki eða þemadaga eða góðgerðamál eða eitthvað sem gert í skólunum. Núna gengur þetta mjög erfiðlega. Já, ein ástæða þess líka bara færri fjölmiðlar, færri stóri fjölmiðlar. Já. Þannig að en ég heyri marga segja þetta, það sé mjög erfitt að ýta einmitt í ákvæðum viðburðum fram í dagsljósið. Það margt, það margir samverkandi þættir væntanlega sem að skýra það að við höfum átt betri daga, en ekki bara málið að snúa verðin sókn? Jú, og við erum bara sannfærð að við séum
bara gera frábæra hlutin í okkar skóla og við svo sem fylgjumst með því og en býðum spennt líka eftir að fá samanburðar mælingar eða viðmið og ég bara bjartsýnn og vona að það sem framundan muni gagnast okkur og gera gott skólastarf ennþá betra. Við munum fá niðurstöðu síðustu PISA-mælingar núna fyrir áramótin og það kemur mér á óvart ef að þær yrðu framúrskarandi góðar. Þetta Ég búin að heyra einhverja spádóma ég meina það vita menn eitthvað það? Nei, við vitum það bara þetta gerist ekki svona milli ára og við vitum það líka að sömu þættir og höfðu áhrif á lækkandi skor okkar í PISA eru ennþá að hafa áhrif og ég meina hvort sem að það fjölgun nemendur sem hafa íslenska ekki sem móðurmál. Ég held að það hafi verið kannski til dæmis meiri áhrif en niðurlagning samræmdarprófa, svona augljósari orsakaskýring eða eitthvað annað sem í skólunum. En rétt í lokin, eigum að fá samræmdarpróf bara alveg eins og þau voru í gamla daga? Nei, ég mæli ekki með samræmdum lokaprófum sem lykilnemenda framhaldsskólum eða út úr skólunum. Ég held að við séum með miklu fjölbreyttari og betri mælingar en við þurfum að sammælast samfélagið það hvernig þær mælingar eru og hvað það þýða og það alveg rétt sem sagt hefur verið að innleiðing námskrárinnar sem meðal annars voru matsaðferðirnar, hún var í besta falli í skötulíki og það engin dómur frá mér, þetta hefur bara verið tekið út og bent á. Ómar Örn Magnússon, skólastjóri Hagaskóla, kæra þakkir að koma hér og ræða ýmis álitamál og önnur mál sem ekki tekist á góð mál í skóla og kennslustarfi. Takk fyrir okkur. Takk og takk fyrir að halda umræðum skólamál gangandi. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram með Rauðaborðið eftir andartak. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, Gunnar Hlaðarsali einn af þeim sem settu svip á bæinn eins og stundum var sagt hérna. Hann kom hérna í viðtal til mín í nóvember í fyrra og við ræddum ýmislegt en svona á leiðinni út að þá komumst við að því að það var margt sem að hann náði ekki að segja sem hann vildi segja. Þannig að síðan höfum við verið að reyna að finna tíma til þess að halda viðtalinu áfram og hann hingað kominn, Gunnar. Velkomin. Og með honum Katrín Gylfadóttir sem aðstoðarkona þín af því að ég á svolítið erfitt með að skilja hvað þú segir stundum, þannig að ég fæ aðstoð. Já. Það nú eiginlega aðstoðarkona mín, getum við sagt. Eitt af því sem að þú sagðir að þeir vorum að bóta, þú hefði viljað ræða meira var Donald Trump. Já, hann veikum maður. Veikum maður? Já. Og hvað að honum? Nei, það hann láta. Hann láta þú illa. Læti svo illa. Já. Og hvað, en Bandaríkjamenn völdu hans sem forseta? Já, það hann bara pratar. Han ekki neitt. Hann ekki með neina menntun. Ekki með neina menntun? Nei, það allt fannst. Hann búið falsa allt. Búið að falsa allt, já. Já. En ertu hræddur að hann eigi eftir að eyðileggja mikið? Já. Eins og hvað? Hann búið ekki að láta herlög. Hann búin að setja herlög, já? Já. Nei, hann búin að síga þjóðvarliðinu í... Já, það samu herlög. Já, hann ætlar að gera það núna á Chicago? Já. Já. Það í vegna það heita herlög. Þetta sjóvel lög. Sjóvel lög.
það heitir því vetanandi. Hefur þú komið til Bandaríkjanna? Nei, aldrei, aldrei að fara saman. Ekki að meina Trumpir? Nei, aldrei, ég svo eitt að við sáum. En þú segir hans veikur, hvernig hann veikur? Hvað að honum? Ég vildi gärna fá að vita það, hvað er eiginlega að Trump? Hann geðfallaður. Hann er? Geðfallaður. Geðfallaður? Já. Meinarðu að því að hann er svo mikill? Já. Hann er með svona ofmat á sjálfu sér? Já. Hann heldur hann sé ótrúlega klár? Já. Sem hann er kannski ekki? Nei. Nei. Herðu, en að þið verum í utanríkismálum, annar sem er mikið í fréttum er Vladimir Putin. Hvernig lístur hann? Hann er mjög, hann vil ekki fyrir. Hann veit að, hann veit ekki að út að vera sjálfstætt land. Nei, hann vill ekki. Nei, og útvenna það koma fram í Bæjarfjalli útvenna búið að liggja yfir sjálfstæðu. Þau búið að liggja yfir sjálfstæðu. Búin að liggja yfir sjálfstæði? Nei, þetta búið að lýsa yfir sjálfstæði. Já. Að lýsa yfir sjálfstæði, já. En hann vill það ekki, hann vill ekki að Úkraína fari í NATO. Nei, og þetta Evrópubandinu hendur. Nei. Það er NATO og Evrópubandinu að í týndi hann. En hvernig líst þér á Zelenski sem er í Úkraínu? Hvernig líst þér á Zelenski, forseta Úkraínu? Ég bara veit ekki. Nei, veist það ekki. Herðu, en ef ég má spyrja meira utanríkismál, að ríkisstjórnin hún ætlar að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu hvort við eigum að ganga í Evrópusambandið eða hvort við eigum að taka upp aðildarviðræður Evrópusambandið. Líst þér á það? Myndirðu vilja að Ísland gengi í Evrópusambandið? Nei, ótala nei. Ótala nei. Ótalandi nei. Það var þvert nei, þú vilt það bara alls ekki? Nei. Af hverju ekki? Ekki það þau tóma eitt af fram við þau tóma eitt af fram við löndin. Nú, hvernig þá? Inni. Hvernig þá? Sumir segja að það verið þá lægri vextir ef við göngum í Evrópusambandið. Það er bara tándapu. Tándapu. Skáldskapur. Já. Já, ég held að það sé eitthvað leiti rétt. Eins og margt. Það er margt í ákveðslega skáldskapur. Herðu, segðu mér, ef við förum heim, þú keyrir ekki. Nei. Og þú lappar mikið. Já, og þetta strætói. Tekur þú strætó? Já. Hvernig finnst þér strætó sjónustan vera? Svona, þetta var mjög letið í það var mjög lélagt. Var það lélagt? Það var það. Var það betra núna? Öllítið. Já. Það byrja að það veit. Já. Ég er saman og ég tek strætó. Já. Og það var þannig að stundu beið maður út á stoppustu og strætó bara kom ekki, bara datt út ferð og eitthvað svona. Já. En það hefur ekki gerst hjá mér í bara 1,5 ár, þannig ég eiginlega mjög ánægður með strætó svona undanferðið. Já,
Þú, finnst þér strætósveið að skána? Já, lítið. Já. En að þú labba svolítið mikið, að þá og ég labba líka. Já. Og labba hverfisgötuna. Þá þarf ég alltaf að vera að passa mig á hlaupahjólunum, af því þau keyra svo hratt. Já. Og það er svo þröng gangstéttin. Já. Að maður kannski að mæta einhverjum og þá þarf maður að stíga út á eiginlega hraðbraut fyrir. Hvernig líst þér á sér hlaupahjól? Þetta andsteypa. Það er ekki að steypa? Já. Að leiða hlaupahjólita. Maður nota ekki hjálminn. Nota ekki hjálminn? Nei. Nei, það er rétt. Það er eiginlega enginn með hjálm. Nei, það að taka hlaupahjólum þeim. Hann sagt að læknir sem er á bráðavaktinni að þetta séu alvarlegustu slysi sem að gefa flest alvarleg slys séu út á hlaupahjólum. Já, og mikið til. Já. Og lítið döð. Lítið döð og döð. Man látið á hlaupahjóli. Ég veit dæmið til sætt. Já. Þetta höfðið eftir á neitt. Nei. En hvað, viltu bara banna hlaupahjól? Já, hann og hann var hjálmarskyldu. Já, hjálmarskyldu. Já. Annarkort. Já, annarkort. Já. Já, þetta hljómar nú skynsamlega. Þetta hljómar skynsamlega. Já. Hefur þú farið á hlaupahjól? Nei. Nei. Getur það ekki að því að þú ert Já. Já. Þú hefur ekki alveg stjórn á höndunum? Nei. Nei. Þannig það er erfitt að stýra þá? Já. Já. En hefur hlaupahjól, er ekki hlaupahjól keyrt á þig? Nei. Nei. Já, af hlaupahjóli fyrir manni að labba. Já. Það letta hlaupahjól út í tippu og toppinn. Já. Þú labbar svolítið mikið, ekki? Já, það er alltaf letta hlaupahjóli fyrir. Það eru fyrir, já. Já. Þú labbar svolítið mikið, ekki? Já. Þú labbar mikið? Já. Ertu með svona síma sem að geta sagt þér hvað þú labbar mikið? Nei. Nei. Nú tími ónýtið völd. Já. En notarðu farsíma? Já, þetta er ónýtt. Ónýtt? Já, nú tími ónýtt. Líst þér ekki á svona þróun tímans? Nei, það er á langt hafn. Ekki á vetta hafn. Eitt sem hefur verið að gagnrýna í sambandi við svona þróun tímans er það verið þétta byggðina verið að byggja mikið. Já. Við erum í Bólholti og er Heklureiturinn og svo er Orkureiturinn og það verið að byggja gamla sjónvarshúsið. Hvernig finnst þér svona þróunin á Reykjavík? Því þú lappar svo mikið og sérðu mikið á Reykjavík. Þetta andi úti på höll. Nú? Alveg út í höll. Já. Þannig finnst þér borgin ekki verða fallegri? Nei, mjög jóg. Það búið að demma hana mjög mikið. Já. Það búið að demma Laugaveg og Miðbæ og Hlemm. Já, Hlemm. Já. Þú varst ekki mest að selja niðri við Reykjavíkur apótek? Jó, það búið að demma það. Þú fjast ekki staðinn hans Óla Blaðasala? Jú. Þú er leita auðvun Blaðasalar. Það annars að heita Auðun. Auðun, já, alveg rétt. Auðvun Blaðasalar. Já.
Þannig að og það fallegt hérna hotn, það sem að Reykjavíkur apótek er. Já. En svo fer maður það sem búið að byggja hérna Hafnartorg og svona. Finnst þér það fallegur staður? Nei. Það er við dömuhús. Það er dömuhús að standa. Men dæmi þetta við var dömuhús. Að leyfa gamlu húsunum að vera? Já. Já. Herðu, hérna, þú komst í viðtal hérna í nóvember. Heldur að ykkur verið að hlusta á það eða að horfa á það? Hefur þú hort á það? Það velvilju. Hæ? Það velvilju. Það getur vel verið að þú hefur hort á það. Já. En hefur þið hitt eitthvað sem að hefur séð viðtalið? Já, það Heimir maður minn Heimir yfirmaðurinn? Já. Hvernig er hann yfirmaðurinn? Nei, þetta er að vinna. Já, hvað er þetta að vinna? Mosó í hérna... Áblaðsfoss. Já, og hvað ertu þá að búa til? Það rífa niður. Rífa niður? Já. Já. Rífa niður lat og rífa með lati. Rífa niður löt. Föt. Rífa niður gömul föt? Já. Nei, lat á rúminu. Rífa niður lag. Lög á rúmi. Er það svona föt sem er ekki hægt að nota sem er tætt niður eða? Já. Og Antonur svona dömur föt og það maður rúmföt. Hvað vinnur þið mikið? Ég bara vil hafa einu til hafa dæmi og eitt hafa dæmi auðvitað fyrir mig. Halvan daginn? Já. Einu sinni í viku? Já, og stundið tvisvar. Hvað er þú gamall? Má ekki að spyrja því? Þannig að þú byrjum mig seinast. Já, ég er bara búin að gleyma því, það var í nóvember. Hæ? Ég er búin að gleyma því, það var í nóvember. Mér minnir að koma mér óvart. Hvað er þú gamall? Ég er tíma á enda en svo. Þú er eldri en ég? Já. Þá er þú hundgamall? Nei, látt þetta svona. Já. En ég spurði hvort að fólk hefði hlustað á viðtalið af því að við ræddum svolítið síðast hvernig það væri að, þú ert erfitt með að tjá þig. Já. Við gætum orðað öðruvísi að ég á erfitt með að skilja þig. Þannig að vandinn er kannski hjá mér. Já. Þetta allir með sína veitleita. Já, allir hafa sinn drösul að draga. Já. Ég er alltaf vel að vinna í mínu þetta tól langt tíma. Já, en finnst þér þú ekki hafa fengið svona meira að bera heldur en flestir? Það er svolítið erfitt að geta ekki tjáð sig og ég býst við að þú upplifir það að fólk kannski ég erfitt með að hlusta og býði að þú eftir að þú hættir. Já, ég lendi ombyrtu út og þetta. Og lendi ombyrtu. Ofbeldi? Já, og þú þetta til að mig eftir. Nú, hvernig þá? Til að mig að tenna mig hutið það er til að eftir það hutið
ég tátta svona dæmi, du vet, det är inte det, jag var med så du må jag ska och så hinner be med punkt det är att dela. Já. Það verið ef ég skilur rétt, þá verið að saka að gera eitthvað sem þú gerðir ekki. Já. Og þú átt erfitt með að bera af þér sakir, af því að þú átt erfitt með að tjá þig. Det är att säga att det är det var med och han det är att dela och låta mig punkta. Og það vegna þess að þú átt erfitt með að verja þig. Já. Herðu, en þú komst undirbúinn með hérna spjald. Já. Þú réttaði aðeins upp og sína það. Þetta eru svona myndir, þetta er mynd af Trump og svona sem við erum búin að ræða og þannig Strætó og hérna. En þú ert meðal annars með mynd af hérna Reykjavíkurflugvelli. Já. Hvað viltu ræða um Reykjavíkurflugvöll? Hann það búið byggt og mikið sá. Byggja og mikið í náróttunum, búið að þrengja að flugvöllunum eins og sagt. Já, mjög mikið. Og lítið flugvallarsafnið. Ekki flugvallarsafnið á Akureyri? Flugvallarsafnið sjóti allir ekki, það fylgdi svo mikið af. Já, þannig að þú myndir vilja hafa flugvöllin hérna 3 flugbrautir og flugvallarsafnið. Já, og það fylgdi nógu ekki búið fylgdi svo mikið af. En nú ég svolítið hissa vegna þess að þú ert valsari og valsmenn hafa grætt rosalega mikið á því að selja lóðir hérna alveg ofan í flugvellinum. Ertu ekki ánægð með það? Nei. Nú. Þið eru svo ríkt félag og kaupið leikmenn og ég káringur og við erum bara að berga okkur á falli. Nei, við þetta töpa pappa hennar. Ég tala David Sigurðsson. Gylfi Sigurðsson? Já, við þetta töpa hann, ég tala hann fyrir pappa. Ég trúði ekki að hún sé dóttir Gylfa Sigurðssonar. Nei, ég bara tók svona dæmi. En hann farin í Víking, eða ekki Gylfi? Gylfi farin í Víking. Já, við þetta búið að taupa hann. Já. Herðu, en að því að tala um Val, þá voruð ekki að keppa í úrslitaleik í bikarnum helgina? Jú. Hvernig fór? Þetta ömurlegt. Ömurlegt. En mér finnst allir svo glaðir að litla félagið á Ísafirði og Bolungarvík vann. Nei, ekki ég. Ekki þú, nei. Það allir glaðir nema valsar. Já. En þið standið ykkur ágætlega í deildinni, allavega betra en KR. Að ég að tala um Valur og KR, það búið að vera stríð á milli. Já. Ef að Valur að vinna eitthvað lið, það skemmtilegast ef það KR? Skemmtilegast að vinna KR? Já. Og öfugt, ég veit það. Ég veit það. Já. Það eru margir KR-ingar mun eftir einum leika sem að unnu held ég 7-0 á Hlíðarenda og þeir muna ennþá eftir því, það gerðist fyrir 20 árum eða eitthvað. Þeir eru ennþá að hugsa það. Hvað var gaman að vinna Val? Þú lítið gaman að vinna KR á heimavöldi sínum með svona mikið mun. Já. En ferðu þið alltaf á völlin? Nei, já. Hæ? Ég búið tap á honum. Tapar á honum? Já. Nú? Nei, ég býr svo langt frá. Af því að? Hann býr svo langt frá. Það býrðu þú langt frá? Já. Já. Ég er líka búin að tapa á honum, ég er eiginlega hættur að fara á völlin. Já. Við þroskust. Já, þetta búið að dæma, þetta mann búið að dæma leikin. Búið að skemma leikin? Já, með svona töflu
að töpa leikmenn. Já. Og láta háfa í dán. Já. Láta hatta á leikin. Hann mikill háfa á leikum. Já. Það mikill háfa á handbolta og töfubólta. Ég man eftir eins og fór ég með son minn sem að þá var eitthvað 7 ára gamall einmitt á Hlíðarenda inn í, þá var handboltaleikur. Já. Og ég hélt fyrir eyrun á honum allan tíman af því að það var eiginlega ekki líft þarna inni fyrir börn með viðkvæm eyru. Nei. Og maður sé það líka að sum börn eru með svona, hvað heitir þetta, heyrnartól. Já. En segðu mér með fótboltan, horfður á fótbolta í sjónvarpinu eða hafður þú bara áhuga á Val, miklu meira heldur hvort þú eru áhuga á fótbolta? Ertu að horfa á enska boltan eða meistaradeildina? Nei. Ég fullur. Hlutlaus? Ég fullur núna, ég handa minn, ég handa minn neinu. Haldur ekki með neinu leið. Herðu, en þarna það sem hún týndi saman á spjaldið, þarna ertu með mynd af Samfylkingunni. Ertu Samfylkingarmaður? Nei. Nú? En af hverju viltu tala um Samfylkinguna? Þetta nazistarflokki í Írland. Hæ? Nazistarflokki í Írland. Nazistaflokkur Íslands. Nú, þetta nú svolítið djúpt í árin að tekið. Já. Og það ekki reyðuna Samfylkingunni? Já, ég hafa vendur að sér. Ég tala af minna vendur. Og þinni reynslu? Já. Er það Samfylkingin í Reykjavíkurborg? Já. Sem var ekki góða reynsla af henni? Já. En þú ert líka að gagnrýna hlaupa hjólinn og þú ert að gagnrýna þéttingu byggðar og að þrengta Reykjavíkurflugvelli, þannig að þú ert ekki ánægð með stefnu Samfylkingarinnar. Nei. En þú ert þarna líka með mynd af Perlunni af hverju? Já, ég tátta svona dæmi það heilja mistök. Mikil mistök? Að selja Perluna? Nei. Að byggja hana? Nei, mistök. Heilja mistök. Alltaf det samma mistök. Þetta læja andi. Þeir læja andi af mistöki sínu. Það segði mér eitt hérna að ég nefndi að þú hefði verið blaðasali nýri bæ. Já. Saknar þess að vera nýri bæ að selja blöð og hitta fólk? Já, ég åt själva därför det området börjar säga nýjasta frettir. Hann segir okkur nýjustu frettir í staðinn í dag. Í staðinn. En ef að þú færir með mokkan, og það er nú ekki til, það er bara mokkin, heimildin, og þú færir niður í bæ, heldur eitthvað myndi kaupa mokkan? Nei, þetta allir frá í áttið. Það fáið þig áskrift? Já. Þannig það er að selja blöð í lausasölu, það er bara búið? Já, það. Þannig að það er hluti af, það myndi segja, hnígnun fjölmiðla. Það er að þú þitt starf eiginlega úreldist. Já. Það er enginn að selja blöð í dag. Nei, það er búið að demma mikið. Sambytta dót. Herðu, Gunni, erum við ekki bara búin með hérna, heldur að þegar við löpum hérna út á eftir að þá munur eftir eitthvað sem við vildi tala og þú þurfur að koma aftur? Já. Ég það tala mjög mikið eftir þetta allt ofbeldi ég lenti í. Ofbeldi sem þú lentir í? Já, ótrúlega ofbeldi. Var það sem að það var verið að sakað að hafa gert eitthvað sem þú gerður ekki? Og var svona að borga fyrir það? Og meira. Og meira? Já. Hefur þú verið lamin?
ofbeldi. Svona andlegt ofbeldi? Andlegt ofbeldi? Já, þetta vita eftir hvað ég að meina. Þú verður þá bara að koma setna og ræðu það. Hérna myndirna sem hún týndi til, hver týndi þessa myndir til? Hún. Já, hjálpar við það? Já. Þú sammála, hann er stefnfattur maður. Já, ég held að sé hættulegur maður, já. Ég held að sé hættulegur. Hann er stefnfattur. Geðfallar, ég kann ekki meta það, sko. En hann er með mjög furðulega hugmyndir sjálfan sig og stöðu sína í heiminum. Þannig að ég held að sé, hann er allavega andlega veikur, myndi ég segja. Já, þetta er leta saman og stefnfattur. Stefnfattur er svo vitt orð. Það er svo vitt orð? Já, mjög vitt og til í alla áttir. Já, ég þekki ekki. Herðu, en við skulum þá bara segja gott í bili og þú setur upp húuna, þú ert með Dancing Queen, hérna ABBA. Hlustar á? ABBA, Já, hlustar það mikið á ABBA? Já. Já, ok. Herðu, takk fyrir komuna, Gunnar, svo bara sjáumst við seinna. Kæra þakkir. En við ætlum að halda hérna áfram, ég þakka Katrínu aðstofuna, og við ætlum að halda hérna áfram, við erum alltaf að reyna að skilja þetta líf, næsti kafli eftir augnablik. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Já, við ætlum að ræða íslensku, okkar ástkæra tungumál, næstu mínútur. Má menntamálaráðherra þessara þjóðar segja mér langar, ég vill, engannir en ekki engunnir og svo framvegis. Ef hann má það, hvers vegna er það í lagi? Ef hann má það ekki, þar þá eða væri æskilegt að sýna sérstaka aðgæslu og meiri virðingu í opinberum aðfinnslum. Velta viðbröð okkar við málfæri sem margir hafa talið rangt á því umhverfi sem að valda fólk sprettur upp úr. Núllast fortíðin út þegar alþýðufólk hefur fengið mestu völd sem hægt er að fá með ráðherradómi, breytir það viðhorfum okkar. Verndum við íslenskuna með leiðréttingum eða ekki? Ég get svona sagt sem dæmi frá eigin brjósti að móðir mín og aðrar mæður í Mývatnssveit, þegar ég ólst þar upp, vörðu mjög miklum tíma í að leiðrétta okkur börnin og koma okkur sem best svona íslenskulega af stað. Og á þeim tíma voru engin frávik, það var bara rétt og rangt. Og ég held sko að þær hafi þessar mæður unnið fram á nóttstundum í aukastörfum, hjálparstarfi við okkur skólabörnin. Ég held að þær hafi gert þetta vegna þess að þeim hafi fundist þetta jafn mikilvægt þá eins og að bara við værum snirtileg, við burstuðum tennur og allt það. Ég veit ekki hvort þær sáu það endilega fyrir sér að framgangur okkar í samfélaginu yrði meiri eða betri ef við töluðum gott mál. En það fólst bara svona að þetta voru mannasiðir, virðing. Og nú eru þeir tíma náttúrulega eins og við öll vitum að hérna, hér eru alls konar spár framtíð íslenskunnar að þær séu ekkert endilega bjartar. Hafa orðið heilmikil manna umskipti hér í samfélaginu og alþjóðavæðingin hefur náttúrulega leitt til þess að enskan gæti alveg valtað yfir þetta tungumál. Skiptir þá máli að við höfum það laust í formi eða fast í formi? Þetta allt saman finnst mér áhugaverðar spurningar.
og ég held að kunnasti, við getum kallað hann kunnasta málfræðing landsins og íslensku mann sé komin hingað til að ræða þetta mál við mig. Hann heitir Eiríkur Rögnvaldsson. Vertu blessaður, Eiríkur, og þakka þér fyrir að koma til okkar. Hinn ánægðin. Þetta er eiginlega sko þessi umræða sem ég vitnaði í þarna í upphafi inngangsins, hún byrjar eftir viðtal við Guðmund Inga, menntamálaráðherra í síðustu viku. Hún er ennþá sprellifandi. Ég sé að vinir mínir á Facebook, íslenskumenn og áhugamenn, skáld og rithöfundar og alls konar fólk, kennarar, þeir fólk hefur mjög ólíkar skoðanir á þessu. Það er kannski það sem að mér finnst svona spennandi, og einn ástæði þess að ég byrði að koma og ræða þetta við mig að það er mjög ólíkar skoðanir til dæmis á ýmsu sem að ég nefndi. Byrjum bara á byrjunni. Má menntamálaráðherra segja mér langar, ég vill og enganir, og ef hann má það, hvers vegna, ef hann má það ekki, hvers vegna ekki? Sko, áður en ég svara því, þá held ég að sé gagnlegt að hafa svolítinn formála og þannig við áttum okkur aðeins á því, sko, af hverju þetta hefur verið talið rangt og hvað liggur á bak við þessar hugmyndir okkar rétt mál og rangt. Þó verðum að fara svolítið aftur í tíman. Sko, íslenska náttúrulega breyttist á mörgum öldum. Hún breyttist heilmikið frá fornmáli fram á 19. öld og hún breyttist án þess að fólk væri mikið svo sem að skipta sér af því. Þetta var bara eðlilegt, þó að eins og við vitum íslenska breyttist minna heldur en granntungumálin af ýmsum ástæðum, sem að Helgi Guðmundsson hefur nú skrifað ágæta grein það sem hann rekur 25 ástæður fyrir því íslenska breyttist lítið, en hún breyttist samt, og það kom til dæmis heilmikið af tökuorðum, náttúrulega fyrst með kristninni, síðan kom tökuorður ensku á 15. öld, og svo með siðskiptunum kom heilmikið af dönskum og þýskum tökuorðum svo framvegis, en málkerfið hélst að mestu óbreytt, þó svo að ýmislegt náttúrulega framburður breyttist heilmikið eins og þekkt er, og það breyttist ýmislegt í beygingum líka. Beyging einstakra orða breyttist, fallstjórn sagna breyttist og svo framvegis. Án sem en skiptur svo mikið að það vísu talað það til þess að Arngrímur lærði hafi verið uppast með málhreinsunar á í byrjun 17. aldar, en það kannski hafði ekki mikil áhrif. Síðan kemur þarna í byrjun 19. aldar kemur danski málfræðingurinn Rasmus Christian Rask til landsins, og hann vekur athygli á því að íslenska sé orðin mjög dönsku skotin og spáði því að í brefi frá 1813 að innan 100 ára yrði íslenska horfin úr Reykjavík, og innan 200 ára þar frá þá yrði hún horfin á öllu landinu, ef ekkert yrði aðgert og rammarskorður við reistar, sagðan. Og það var einmitt það sem var gert. Það var náttúrulega upp úr þessu hófst vakning sem ofta kenndið Sveinbjörn Egilsson og Fjölnismenn og það sem að var verið að reyna að rekja burt þessi dönsku áhrif. Og það sem að kom þarna til líka þegar svona leið aðeins á 19. öldina, það var rómantíska stefnan í bókmyndum sem að táknaði sko aftur hvar til fortíðarinnar. Fortíðin var þá í svona gullnum ljóma og það táknaði sko fornsögurnar og allt það. Og svo kom líka aukin þjóðernishyggja. Og Íslendingar fóru að náttúrulega sjálfstæðisbaráttan hófst ekki strax, en Íslendingar fóru að krefjast þess að sérstaða þeirra yrði viðurkennd. Já. Og í hverju fólst þessi sérstaða, menn sáu það að það var gott að leggja þetta upp þannig að sérstaðan fælist fyrst og fremst í því að við höfðum varðveitt þetta tungumál sem hinar þjóðirnar sem upphaflega töluðu sama tungumál hefðu glatað. Og þetta fléttaðist saman, sem sagt, rómantíska stefnan og þjóðernishyggjan í því að þá upphefja fornmálið,
nota það sem fyrirmynd og reyna að rekja út allar breytingar sem höfðu orðið, bæði þá vegna danskra áhrifa en líka svona innri breytingar í málinu. Og þetta fór að verða áberandi þegar kemur þarna fram á 19. öld og þetta kemur fram til dæmis kom fram í kennslu í lærða-skólanum og svo framvegis. En síðan eflist þetta mjög í byrjun 20. aldar með auknum krafti í sjálfstæðisbaráttunni með ungmennafélögunum þar sem var gífurlega áhersla lögð á náttúrulega þjóðerni og íslensku. Og svo gerist það líka 1907, þá eru sett lög skólaskyldu ungmenna frá 10 til 14 ára og þá fyrst hægt að ná til allra barna og unglinga. Það var ekkit hægt áður. Nei. Og þá sem sagt... Að búið að reka féð í réttirnar í fyrsta skipti. Já, einmitt, og þá hægt að ná til þeirra með sem sagt þessum reglum hvernig tungumálið eigi að vera og viðmiðin verða leið miklu fastari og ósveigjanlegri. Ef maður skoðar bækur málfræðinga, jafnvel þekktra málvönduna mann eins og Halldórs K. Friðrikssonar frá því miðja 19. öld og síðar. Þá ýmislegt þar sem nú talið rangt, það til dæmis gert ráð fyrir að þágufallið af Egils í Egli. Það gert ráð fyrir að eignafall með greini af faðir sé föðurs eins, en hvort ekki talið kolrangt núna. En sem sé ákveði greindarpróf hvort sem skrifa föður eða ekki, því margir gera það einmitt, en sem sé þarna sem sagt mótast þessi harða stefna á seinni hluta 19. aldar og sérstaklega í byrjun þeirra 20. og þetta fléttast saman við sjálfstæðisbaráttuna þannig að það engin góður Íslendingur nema hann tali góða íslensku. Nei. Og góð íslenska var sem sagt sú íslenska sem var kennd, það var bara eitt afbrigði og það oft það oft mjög tilvílunarkennt hvað hefur ratað inn í þennan málstaðal. Hvað talið rétt og hvað rangt. Ég hef oft bent á það til dæmis að sagnir eins og vona og vænta. Þær tóku iðulega þolfallsfrumlag á 19. öld. Jónas Hallgrímsson skrifar í Fjölni mig vonar. Konráð Gíslason skrifar í Fjölni mig væntir. Sagnir eins og fjölga og fækka sem að núna taka þágufall. Skip honum fjölgar og skip honum fækkar. Þær tóku nefnifall á þessum tíma á 19. öld. Skipin fjölga og skipin fækka. Engum dettur samt í huga að segja að skip honum fjölgar sé þágufallsríki. Nei. Af hverju ekki? Það margt sem svona tilvílunarkennt í þessu. Hvað ratað inn í þennan staðal. En sem sé aðalmálið þetta, hann verður þarna til í tengslum við sjálfstæðisbaráttuna og raun og veru samsamaður henni. Og þetta náttúrulega það sem skilar sér í því sem að þú varst að segja mæður í Mývatnssveit og víðar það var þetta var bara hluta því að vera góður Íslendingur að tala málið rétt en og málið það sem við sitjum ennþá uppi með þessi viðmið, þessar hugmyndir rétt og rangt sem voru að mótast á seinni hluta 19. aldar og byrjun þeirra 20. Við sitjum uppi með þær 100 árum seinna þrátt fyrir að þjóðfélagið sé gerbreytt og þrátt fyrir að ýmsar breytingar hafi verið í gangi allan þennan tíma eins og þessi svo kallaða þágufallsríki sem minnst kosti 100 ára gömul og sennilega miklu eldri og hefur náð til verulegs hluta þjóðarinnar alveg óhætt að segja en hún samt ennþá talin röng og svo kemur þessi spurning
tengsl milli þess að tala vandað mál og frávika þessu tagi. Og þá hef ég oft sagt og get endur tekið einu sinni söguna af afa mínum sem var fæddur í Skagafirði 1898 og ég hika ekki við að segja hafi talað vandaða og góða íslensku. Eins og fólkið í kringum hann sem að ég ólst upp með. Ólst upp hjá og einu sinni heimsótti ég hann þegar ég var í námi og hann fór að tala það við mig hvílík skelfing það væri að ungt fólk fyrir sunnan því allt vont koma sunnan náttúrulega að það segði mér langar og mér vantar eitthvað svoleiðis og ég spurði en hvað finnst þinn þá að tala að hitta læknirinn eða fara að finna systir sína og hann kváði við og spurði svo hvort það var eitthvað athugavert við það og ég sagði að svona samkvæmt þessum venjulegu viðmiðum þá er það minnst kosti jafn rangt og hitt og þá það hann stund og hvað svo upp með það að seinni villan sem sagt læknirinn og systir hún væri betri því hún væri norðlenska. Þetta held ég viðhorf okkar oft að okkar villur þær eru ekki villur en það eru hinn sem gera villur og sem sagt þá kem ég kannski að þessu með menntamálaráðherra. Ég efast ekki að öll þessi frávik sem hafa verið nefnd í máli hans að þau endurspegla það mál sem hann alinn upp við. Ég alinn upp við enganir. Ég ekki viss hvort að það var einhvern tímann mitt mál en ég allavega þekki það mjög vel úr æsku og ég jafngamall menntamálaráðherra þannig að mér ekki trúið að hann sé alinn upp við það. Og það stundum sagt og ég bara sá það nú í þessari umræðu sem eru í gangi núna stundum sagt að þessi klassíska málvöndunar og málhreinsunarstefna hún miði að því að koma öllum á sama stað sem sagt hún miði að því að kenna öllum þetta rétta mál þannig og dragi þar með úr stéttaskiptingu í máli og það hljómar ágætlega í fyrstu þangað til maður fer að hugsa út í það heyrðu, býtu réttamálið það það mál sem sum fyrst og fremst af svona efri stéttum og betur settu fólki sem sum drukku í sig með móðurmjólkinni önnur gerði það ekki þetta mál, réttamálið það ekki mál verkafólks og sjómanna. Nei, en það samt rifist það hvort mál alþýðufólks var að jafnaði eitthvað síðra heldur en menntaðara. Já, það nefnilega málið. Hvað merkir síðra? Hvað merkir síðra? Það sem að ég var að segja áðan. Ég tek ekki mál að afi minn og fólkið í kringum hann hafi talað eitthvað síðra mál heldur en mentafólk. En það voru alls konar frávik í því máli sem ekki hafa verið viðurkennd og það sem var náttúrulega þetta með að koma öllum á sama stað það þýðir auðvitað að börn sem eru alin upp við eitthvað annað þau þurfa að leggja miklu meira á sig heldur en hinn sem fá þetta ókeypis, svo má segja og svo það líka það að með nú bara við þann tíma sem menntamálaráðherra hefur bara alast upp á og ég sem sagt einhvern tímann kringum 1960 og upp úr því þá var náttúrulega það getur vel verið að skólakerfi hafi kennt einhverjum sem sagt leiðrétt einhverja og breytt máli einhverja en það var þá háð því að fólk væri í góðum innan gæsalappa skólum og góðum bekkjum, við vitum það vel að á þessum tíma voru tossabekkir í skólum
og við veitum það líka á þessum tíma þá fór ekki nema það var náttúrulega, þetta var kent í barnaskólum eitthvað en fyrst og fremst náttúrulega var hamrað á þessi í menntaskólum og það var ekki nema lítill hluti hvers árgang sem fór í menntaskóla. Þar af leiðandi þá bara ekkert hægt að gera ráð fyrir því eða ætlast til þess að fólk sem fólk af alþýðu stétt sem ólst upp við það mál sem var venjulegt meðal venjulegs fólks á þessum tíma. Það er ekki hægt að ætlast til þess að það hafi haft tækifæri til þess að tileinka sér þetta svo kallaða rétta mál og þá er spurningin eigum við að segja eigum við að hafa eitthvað inntökupróf á Alþingi eða ráðherrastól, inntökupróf í íslensku, eigum við að segja að fólk sem ekki talar hið rétta og viðurkennda mál, það eigi ekki erindi á þing eða erindi í ráðherrastól. Það er auðvitað andlýðræðislegt. Ég er aðeins yngri en þú en í mínu námi þá var málfræðihlutin, honum var eiginlega öllum lokið í 10. bekk. Ég man eftir mjög lítilli málfræðikennslu í framhaldsskóla. Þannig að það var búið að leggja grunn svolítið að því og það var eitt miklum tíma, mikilli orku bæði innan skólans og utans í reglur, þetta voru reglur og það var eins með þetta eins og bara Pýþagórasarregluna eða eitthvað svolítið, þetta voru reglur. Það virðist vera svona mjög á flökti núna, þú hefur bent á alls konar frávik og meiri sveigjanleika heldur en við kannski áttuðum okkur á en það eru svo margar spurningar en sem kvikna, ekki síst við að hlusta á þig koma með þennan prýðilega inngang og þessa samantekt og setja þetta í þetta samhengi. Ein ef við höldum áfram að tala bara tungumálið og förum síðan að tala kannski völd hyggur þú að þessi alúð við íslenskuna sem að einhver myndi kalla offors, hreintungustefnan, hvernig við tókum á því þegar austfirðingar urðu flámæltir og svo framvegis. Hyggur þú að þetta hafi átt þátt í að halda íslenskunni enn til sem tungumáli sem við getum eiginlega öll notað til að tjá okkur sama hvaðan við komum? Var þetta gott fyrir verndun íslenskuna eða var þetta ekki gott fyrir verndun íslenskunar? Það fyrir eitt í hvaða tímabil við erum að tala. Það er náttúrulega ljóst að Ég er að tala um 20. öldina sem þú varst að vísa til þegar við förum. Já, það er náttúrulega ljóst að það sem að gert á 19. öld skipti máli, sem sagt að reykja burt ýmsar ýmis dönskorð og allt það en við skulum bara horfa á hverju þetta hefur skilað. Það er búið að vera hamast gegn þessari svokölluðu þágufallssýki í minnstakosti 80 ár. Með þeim árangri einum að samkvæmt rannsóknum að hafa til þó nokkrar rannsóknar því að þá breiðist hún sífellt út. Og flámælið þær aðferðir sem var beitt til þess að útrýma því hún bara hreint ekki til fyrirmyndar og án þess að ætla að fara út í það sumar þeirra myndu klárlega vera barnaverndarmál núna. En getur þú skýrt aðeins betur svona? Nei, ég meina það var bara verið að taka börn út úr bekkjum og það var verið að hæðast að eða sem sagt gera lítið úr málfari þeirra og svo framvegis. Þannig er skuggahliðin. Já, ég þekki þá svo ekki nógu vel en hún hefur verið könnuð en sem sagt svo þetta með þessar dæmigerðu svokölluðu málvillur sem endalaust barist gegn. Þær skipta nákvæmlega engu máli fyrir framgang og verndun tungumálsins. Hvort við segjum ég hlakka til, mig hlakka til eða mér hlakkar til, hvort við segjum mig langar eða mér langar
af hverju skiptir þá engum máli að við skulum vera hætt að segja sko skipin fækkuðu og segjum núna skipunum fækkar. Sem sagt lang flestar þessar svokalluðu villur sem hefur verið barist gegn. Það snúast annars vegar breyttar fallmyndir orða. Það til dæmis oft rætt það hvort ég segja hurðar eða hurðir eða eitthvað svoleiðis eða hvort ég segja vegna klæðningu vegarins eða vegna klæðningar og svo framvegis. Ég myndi segja klæðningar. Já, og ég líka, en sko þetta og síðan þessi fallstjórnsagna. Það sem að skiptir máli að orðin haldi áfram að beygjast og sagnirnar haldi áfram að stjórna einhvernum föllum. En sko það er að tína til sko ótal dæmi að bæði beygingamyndir orða og fallstjórnsagna hafi breyst frá fornumáli án þess að það hafi skadað tungumálið af því að við getum séð og í flestum tilvikum án sem við höfum hugmynd það. Eða semst venjulegi málnættundir hafi hugmynd það. Og þá spyr ég bara sko til hvers að vera að eyða tíma í að berjast gegn langt gengnum breytingum sem augljóst að hafa engin skaðleg áhrif á málið. Þannig að það ekki vegna þess að þú sért einhver ástæðishyggjummaður og þú sért orðin allt og líbó sem að ástæðin sem hún þú hefur alltaf hagsmuni í íslenskunar. Já, ég tel mig vera raunsæismann í þessu. Mér finnst sko blóðugt hvað mikill tími og orka fer í að amast við einhvern svona smávælegu breytingum sem nákvæmlega engu máli skipta í stað þess að sko nýta þennan tíma í það sem máli skiptir sem sé að þjálfa nemendur í að beita tungumálinu á fjölbreyttan hátt og annað slíkt. Og setja nýtt fólk sem kemur til landsins með föstum hætti inn í íslensku nám. Tala um það, já. Sko, þannig að ég heyri á þér að Guðmundur Ingi má tala eins og hann gerir. Sko, mér finnst það og ég sko það sem ég vil bara fá fram sko hvað ef hann má það ekki hvað erum við þá að segja með því? Erum við að segja við bara getum ekki það skiptir engum máli hversu sko hæfur maðurinn nú ekki að tala hæfni hans í þessu starfi sko, það bara allt annað mál en þó að væri við svo algengt að sko í þessar umræðu það væri sagt hann sagði sko mér hlakkar til þar af leiðandi hann óhæfur en við sleppum því nú sko en sko hvað erum við að segja ef við segjum ráðherra má ekki tala svona þá erum við að segja, já annarkvort það verður bara að hafa eitthvað próf áður en að sest í ráðherrastól eða það verður að gera kröfu að ráðherra fara á íslensku námskeið sko með því að gera kröfu að ráðherra tali það sem kallað lýtalaus íslenska stundum þá erum við náttúrulega líka útiloka það að fólk af erlendum uppruna flest komist nokkuð tíman til mikilla metorða af því að þó að margt af því tali góða íslensku þá fæst sem tala lýtalaust mál sko erum við sko við það bara sem sagt andstætt lýðræðinu að setja einhver svona skilyrði. Hvað með trúverðugleika og virðingu? Núna get ég grafið aftur aðeins í eigin minni þegar ég byrjaði kornungur sem blaðamaður, bara 19 ára gamall. Þá fannst mér til dæmis að málið á fréttatilkynningum frá hinu opinbera væri ágætt. Mér fannst ég hraka mjög og eftir því sem að mér fannst framsetningu tungumálsins hraka bar ég minni virðingu fyrir viðkomandi ráðuneyti og þetta var mikið rætt og meðal blaðamanna og hvað með svona þætti?
Spurningin hvernig rakaði málinu? Rakaði á þann hátt að þú færir allt í að sjá sko fullt af dæmum hérna mér langar eða ég vill eða eitthvað svoleiðis eða þessar klassísku málvillur? Ég held ekki. Ég held ég hafi rakað á einhvern annan hátt. Og hérna sko ég alls ekki sko mér finnst sjálfsagt að gera kröfur til máls og málbeitingar fólk vandi sig en eins og ég sagði það bara ekkert sama sem merki milli sko vandaðs máls og þess að hérna segja sko mig langar eða eitthvað svoleiðis þetta bara sko mál getur verið hérna vandað þó að það sé í því alls konar frávik frá þessum einstaklingislegu reglum sem að hérna hafa verið kenndar. Ég kannski aðeins að reyna að koma inn á það að ef virðing manns fyrir stofnun minnkar vegna þess að eins og manni hefur verið kennt tungumálið í samfélaginu að manni finnst að ýmsu sé ábótavant. Ég alls ekki bara að tala um málfræði eða beygingu, ég líka að tala bara hvernig kjarni málsgreinar týnist í alls konar aukaflúri og hérna og svo framvegis en ef sem sagt kjörinn fulltrúi sem orðin ráðherra ef hann tjáir sig þannig að sumum kjósendum og borgurum samfélagsins finnst það ekki nógu gott þá náttúrulega það bara þannig. Já, ég veit alveg hvað þetta tala og hérna og skil það vel og hérna þetta það sem að sko athugasemdir sem ég fæ oft við mín skrif sko að hérna það hérna fólk segir bara ég bara þoli ekki þágufallshyggju bara hérna bara fer svo í mig og eitthvað svoleiðis og ég skil það mjög vel vegna þess að ég náttúrulega alin upp í þessu umhverfi líka og hérna og ég hérna á sko ennþá þrátt fyrir hérna hafa haft þessa afstöðu sem ég hef núna í langan tíma ég var mjög harður málvöndunarmaður hérna á sínum tíma en þrátt fyrir þetta þá kippist ég alltaf við þegar ég heyri mér langar eða eitthvað svoleiðis og ég hérna má sko passa mig að ég setji ekki mælandan ósjálfrátt skörlægra í huga mér þetta svo djúprætt í okkur það sem ég segi sko ef við ætlum að hérna sko draga úr eða afnema málfarslega stéttaskiptingu þá gerum við það ekki með því að sko kenna öllum hérna að segja mig langar það vonlaust, það búið að reyna það í 80 ár en það sem við eigum að gera að kenna öllum umburðarlyndi reyna að kenna fólki að hérna bera virðingu fyrir öðru fólki því málfari sem það alið upp við vegna þess að málfari sem við erum alin upp við það á vissan hátt sko hlut af okkur sjálfum, hlut af sjálfsmynd okkar og ef að hérna og það hérna ef okkur sífellt sagt að það sé ránt við kunnum ekki, eins og verið oft sagt við unglinga, við kunnum ekki íslensku, tala ekki íslensku. Það náttúrulega ekki til þess fallið að auka áhuga þeirra á að nota málið. Nei, ég held sko að sumir upplifa það þannig að þeir foreldrar sem eru duglegir að hjálpa börnunum sínum í starffræði, þannig að þeir verði góði starffræðingar, þeir muni bara njóta þess og börnin, ekki síst, aðalega börnin. En ég held að sumir upplifa þannig núna ef þú ætlar bara að vera mjög duglegur að hjálpa barninu þínu að skrifa og rita þá íslensku sem að þér hefur verið kennt að skipti mestu máli þá sé ekkert endilega alveg ljóst að það hafi neinn úrslit áhrif. Það nú einhver stórkostlegu misskilningur því að sko það sem að skiptir einmitt máli að styðja börnin sem allra mest og best og hérna og tala við þau og lesa fyrir þau, lesa með þeim, hjálpa þeim sem best í skólanum. Já. Og hérna, það sem að ég hef sagt, ég var nú að skrifa þetta pistil bara í morgun, auðvitað, við eigum ekki að kenna börnum
að það sé réttara að segja mig langar heldur mér langar. Nei. Ef þau eru alin upp við, hafa alist upp við að segja mér langar, þá eigum við að leyfa þeim að gera það. En börnin eiga hins vegar rétt á því og kröfu á því að vera frædd þessi tilbrigði. Þau eiga kröfu á því að vera frædd það að það hafi verið talið rangt að segja mér langar og ég vill og eitthvað svona og það geti ef þau noti önnur tilbrigði þá geti það við ákveðnar aðstæður komið sér illa fyrir þau, komið þeim í bobba. Sko, mér finnst bara, eins og ég segi, mér finnst bara eðlilegt að börnir séu frædd þetta. Og ef það er ekki gert, þá finnst mér skólinn raun og veru vera að bregðast þeim vegna þess að svona er þetta hvort sem okkur líkar betur eða verið og þetta með þessu er ég ekkert að viðurkenna réttmæti þess að gera upp á milli tilbrigða, ég heldur bara viðurkenna staðreyndir. Og en sko meginatrið er að nota málið og foreldrar sko aðstoði börn sín á allan hátt og og ég fæ þessa sko stundu þessa spurningu sko var þá allt sem ég lærði bara unnið fyrir gíg og getum við þá ekki bara sko hætt að kenna íslensku og sem betur verið þá pelst íslenskukennslan ekki bara í því að kenna hvað er rétt og hvað er rangt. Nei, ég er ekkert vissum að tímanir hafi breyst svo mjög mikið frá þeim árum þegar ég ólst upp og var í grunnskóla að yngstu börnin mín, þau segja mér að nú sé virðing borin fyrir þeim sem leggja áherslu á góða íslensku, tala góða íslensku. Ég hef heyrt krakka segja að það sé ekkert mál að tala ensku þannig að allir skilji mann en það sé mjög erfitt að tala góða íslensku. Þannig að ennþá er virðing metin að einhverju leyti í því hvort jafnvel börn tala þannig íslensku að önnur börn hrífast af því eða ekki. Þannig að ég held þetta sé mjög mikilvægt mál. Ég ætla aðeins að fara yfir í völdin vegna þess að ég las... Ég verð aðeins að fá að gripa fram í. Ég verð að fá að segja, þetta kalla ég nefnilega ekki virðingu. Þetta er nefnilega málið að sko börnin alast upp í því að það sé óskaplega erfitt að tala góða íslensku en ekkert mál að tala ensku. Og hvað þýðir það? Það þýðir það að þau vilja miklu fólk að tala enskuna. Ég er ekki viss það sé skilningurinn þannig er þetta oft ég held bara að þeim þykir raunverulega vænt þessa tungu og ég heldur sé ekki að tala mér langar, mig langar heldur hvernig þú setur fram þitt mál og það er fínt en það er bara þannig sko, alls konar rannsóknir sína það sko, að íslenskan hefur ekki gott orð á sér sem kennslugrein í skólum af því að nemendur tengja hana mikið við leiðréttingar og rétt og rámt og eitthvað svoleiðis. Já, það er náttúrulega algjört hneyksli að við sinnum ekki fólki sem er nýtt hér á landi betur í því að setja þau inn í tungumálið en við gerum en það er svona efni í sér þátt. En mér langar aðeins núna að fara yfir í umræðum vald vegna þess að sko ég held að las pistil Guðmundar Andra Tórssonar sem að ég var á öllu leyti sammála hvað maður að segja að það væri hann segir ég myndi aldrei nokkuð tíman amast opinberlega við tungutæki annars fólks eða gera það sérstaklega umtalsefni og ég bara sammála öllu en í lokin segir hann þetta snýst nefnilega vald málfarslegar aðfinnslur snúast vald eins og alltaf þegar reynt er að gera lítið úr fólki. Ég held kannski að viðbrögðin við þessu sýni það að mörgum finnist þetta ekki bara snúast vald. Það getur tekið undir ég veit alveg hvert hann er að fara. En mér veist þetta svolítið einföldun, að það snúast bara vald. Það eru alls konar tilfinningar, það er hjartað sem við leggjum í einmitt sérstöðuna að vera hópur fólks sem talar tungumál. Það getur vel verið að við séum ekki beita réttum aðferðum til þess að
eða bestu aðferðunum til að vernda tungumálið, en ég sé mikið tækifæri kannski líka í því innan alla gremjuna og stóru orðin og ólík sjónarmið gagnvart því hvað vald og valdbeiting og hvað pólitík og skiptir máli úr hvaða umhverfi ráðherrann kemur, veltur viðhorfið þitt á því hvort þú styður ríkisstjórnina eða ekki. Það sem ég sé gott í þessu að ég held að maður skynji ástríðu þjóðar til að halda íslenskunni. Já, en sko það auðvitað snýst þetta fleira en vald, en það mjög oft samt vald á bakvið þetta og það tungumálið mjög oft notað á þann hátt og ég hef oft vitnað í það var grein í Morgunblaðinu fyrir nokkrum árum eftir fyrrverandi þingmann, hann nýlega fallin út af þingi sem að vera að segja frá fundi með öðrum þingmannum og þar var millifyrirsögnin þágufallssjúkur þingmaður og þar var hann að vitna í sem sagt eitthvað sem annar þingmaður sem fundi hafi sagt. Var þetta í Mogganum eða? Þetta var í Mogganum, þetta var kom reyndar í ljós að hann hafði miskilið eða mishert það sem var sagt, en það skiptir ekki máli, það sem skiptir máli að millifyrirsögnin þessi þágufallssjúkur þingmaður og þar eiga lesendur augljóslega skilja sem svo það ekkert marktakandi á þessum þingmanni. Já. Það óþolandi ástæða. Já, það það og þetta oft gert og á Alþingi í gamla daga þá var það notað gegn þingmönnum að þeir væru flámæltir. Annað hitamál, það sko hvenar á að leiðrétta ef einhvern veginn og hvernig, og ég sá til dæmis að Ólína Þorvarðardóttir hafi komið inn á þinn Facebook þráð og var að reyna að rukka þig rök fyrir því að þú sagðir að rannsóknir sýndu að það bætti ekkert tungumálið, leiðréttingar á því. Ertu þá að tala sem sagt opinberar eða sko innan heimilanna? Nei, sko, það mál snerist var sko leiðréttingar við börn á máltökuskeiði. Já. Og það sko ég hef skrifað þetta og það ekki til neinar íslenskar rannsóknir á þessu en það til erlendar rannsóknir sem benda til þess að svona beinar leiðréttingar við börn á máltökuskeiði þær skili sára litlu. Þú þarft að reyna að skýra fyrir þeim af hverju hlutin. Ef þú segir sko við barn, þú átt ekki að segja mér langar, þú átt að segja mig langar, þá skilar það búaða litlu. Einmitt. Miklu árangursríkara að sko endurtaka það sem barnið segir með breyttu orðalagi. En lang árangursríkast bara að tala sem mest við barnið, hafa sem mest mál fyrir því. En sko ég legg áherslu á það og hef marg sagt það að auðvitað ekkert að því og eðlilegt að foreldrar leiðrétti börn sín á máltökuskeiði. Sko þó að eins og ég segi margt bendir til þess að það skili voða litlu. Sko við vitum það mjög margar af þeim villum eða þeim frávikum sem í máli barna leiðréttist af sjálfu sér. Sko ég meina börn beygja sterkar sagnir veikt, sko þau segja ég býtti en ekki ég beit og eitthvað svoleiðis, sko. Og það bara leiðréttist af sjálfu sér. Og mikið af þessu gerir það. En aftur á móti leiðréttingar, óumbeðnar opinberar leiðréttingar á máli fullorðinspóls, þær náttúrulega bara dónaskapur og ekki að þekkjast. Hitt allt annað mál að getur náttúrulega verið hrein pólitík líka. Já, að sjálfsögðu. Hitt allt annað mál sko ef ég fæ texta til yfirlestrar, þá auðvitað ger ég athugasemdir við hann og ef ég sé ef ég sæi sko mér langar í einhverjum texta sem ég fengi til yfirlestrar, þá myndi ég vitanlega ekki leiðrétta það. En ég myndi benda höfundinum á að þetta ekki það sem viðurkennt. Sko, og annars var ég að svíkjast þetta eins og við segja á þann, sko, að þetta spurning framsetningu. En hvað með þá hugmynd að það væri æskilegra til dæmis þegar Gunnar Bragi var var skipaður í utanríkisráðherra og þá töluðu margir að hann skorti bakgrunn til þess að takast á við
það verkefni á erfiðum tímum. Hvað með sjónarmið þeirra sem að telja við ættum alltaf að reyna að raða ráðherrum þannig að sem sagt helstu styrkleikar þeirra í fortíðinni kemur fram? Já, það finnst mér bara eiginlega ekki koma þessu máli við, sko. Vegna þess að þar ertu farin að horfa á eitthvað miklu fleira heldur en bara málfarið, en eina sem ég að segja við hefum ekki við hefum ekki geta sagt, já, þessi tiltekni þingmaður, hann hefur afbraskoðan bakgrunn til þess að takast á verkefnin í sínu ráðuneyti. Vandinn bara sá að hann segir mér langar og þess vegna getum við ekki gert hann ráð þeirra. Ja, Guðmundur Ingi hefur náttúrulega líka fengið á sig gagnrýni fyrir skort og enskukunnáttu. Þannig að þú veist... Já. Herðu, við skulum enda þetta spjall, Eiríkur, það er búið að vera mjög forvitnilegt að heyra þín sjónarmið og rökstuðning fyrir ýmsu sem að við erum svona maður veit ekki alveg hvar tak og hvar ekki. Ég held að það sé fínt, ég held að það séu bara margir sem að upplifa sér svolítið núna að þeir séu svífandi í lausu lofti og það er bara ljómandi. En það er líkurnar á að íslenskan lifi af. Hverjar eru þær? Þær eru að minnst kosti ekki á nokkurn hátt tengdar því hvort við segjum mig langar eða mér langar. Ég átta mig alveg á því. Ég er að bakka svolítið út úr. Já. En ég veit það ekki. Ég held að þær geti verið ágætar ef okkur tekst að vekja, fyrsta lagi bara að vekja almenna vitund það að það bara ekkert sjálfsagt að íslenskan að svona fámenn þjóð eigi sitt sérstaka tungumál sem notað á öllum sviðum og fólk bara fara að gera eitthvað í því og svo náttúrulega að okkur takist að kenna þeim sem koma utan að og setjast til takist að kenna þeim íslensku og fá þau til þess að nota málið. Þá getur íslenskan alveg lífun sem betur fer þá var gert átak í því að koma íslenskunni inn í þetta stafræna umhverfi með máltækni átaki stjórnvalda og það skiptir miklu máli. En við þurfum sem sagt að virkilega gera átak í því að koma íslenskunni til fólks sem flytur hingað og að vekja Íslendinga til vitundar alla þessa óþörfu ensku sem allstaðar í kringum okkur. Já. Gæti farið eins fyrir okkur á Walesverjum þar sem að tungumálið velskan, hún að hluta til einmitt stéttartæki. Það eru svona menntaðri og yfirstétt sem að kann það tungumál og notar að stundum sín á milli til þess að aðgreina sig frá öðrum hópi sem talar bara ensku. Það gæti alveg gerst og það sem að gerðist til dæmis á Írlandi, það sem að írskan núna algjört minnihlutamál. Írskan hrundi á fáum áratugum, 30-40 árum á miðri 19. öld, frá því að vera mál meirihlutans yfir að vera algjört minnihlutamál. Og ástæðan fyrir því hún hrundi, sagði írskur málfræðingur sem ég heyrði fyrirlestur hjá fyrir nokkrum árum, var sú að foreldrar komist að þeirri niðurstöðu að börnunum þeirra myndi vegna betur ef þau ælust upp með ensku sem aðalmál. Og ef Íslendingar komast að þeirri niðurstöðu að börnunum okkar vegni betur í heiminum með ensku, þá gæti þetta gerst líka hér. Það þarf að vera hvati. Já. Mjög áhugavert. En Eiríkur, ég veit það að við erum aðeins konið fram yfir þann tíma sem að ég nefndi að við ætluðum að verja hér í að mér finnst allavega áhugaverða umræðu. Kæri þakkir fyrir komuna. Takk fyrir mig. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum hér áfram með dagskrá Rauða borðsins eftir andartak. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
við ætlum að enda þáttinn í kvöld á umræðu eða samtali við 3 unga maraþonhlaupara. Þeir endar hlaup ekki heilt maraþon, heldur hálft, en við sem vorum svo heppin að vera í höfuðborgin helgina á laugardaginn, við fundum heldur betur fyrir því hvernig Reykjavík umturnast þennan dag. Mjög skemmtilegir straumar, mikill kraftur, mikil jákvæðni og aldrei hafa fleiri tekið þátt í Reykjavíkur maraþoninu heldur en þetta árið. Þeir voru bara töluvert á 18.000. Verið þið velkomnir, drengir. Kannast með hvað þig. Já, eitthvað smá. Þú heitir Starkaður Björnsson og svo erum við með 2 Kára hérna. Já. Þú heit Kári Baldursson. Ég Kári Baldursson. Og þú heit Kári Hlíðberg. Já, einmitt. Velkomnir allir. Takk fyrir það. Þið hlupuð semst allir hálft maraþon. Já. Ekki allir 3 saman eða? Nei. Sko, ég og Kári hérna vil hlupum okkar maraþon saman og síðan hljóp Kári hérna með öðrum vini okkar sko. Já. Við byrjuðum einmitt á sikurum tímum þar sem að Kári Hlíðberg var í keppnisflokki. Ég var í keppnisflokki og við vorum í almenna flokki. Varst þú þá undan þeim eða? Hann var það. Ég var aðeins undan. Hefur þú áður keppt í maraþoni? Nei, en ég hef hlaupið hálfmaraþon áður. Já, þú hefur gert það. Já. En í þessu, og þá í þessu hálfmaraþoni? Nei, bara þegar ég var að æfa mig. Já, ég skil, einmitt. Og hvernig var þetta? Bara byrjum á þér. Er í lagi með þig í dag á mánudegi, 2 dögum eftir hlaupi? Já, ég er góður. Ég er bara með svolítið blöðrur og tánegluna mínar eru alveg tæpar að detta af, en annars eru bara góður, sko. Táneglunar eru tæpar að detta af? En annars eru bara góður. Hvers vegna eru táneglunar að pæli því að detta af? Ég held ég sé of litlum skóm. Of litli skór? Já. Er það kunnulegt vandamál í þessum bransa? Ég hef ekki hugmynd. Ég held það. Já. Ef táneglunar detta af þér, hvernig er sá prósess? Er það kvalafullt? Ég hef ekki hugmynd. Ég hef ekki prófað en það. Nei. En þetta tala okkar með táneglunar, það er ekki lýsandi fyrir þá gleði sem að fylgdi því að hlaupa hlaupið? Nei, það er bara hluta af sig. Og líður þér ekki þannig í dag eins og þú hafir svona afreikað eitthvað? Jú, 100%. Já, einmitt, geggjað. Hvað er að frétta þínum táneglum? Þær eru bara í lagi, sko. Meira bara lappirnar sem voru í ruglinu eftir þetta, sko. Já. Ég ætlaði að fara á fótboltæfinga daginn eftir. Já. Ég var bara alveg döður. Gat bara valla hlupið, sko. Það var eiginlega þar. En dreifstu því samt? Já, ég náði nú alveg. En þetta var alveg komið í mjaðmirnar og lærin og allt það, sko. Já. Og hvað er að frétta þínum táneglum? Sko, ekki allt fínt, allavega. Ég get alveg staðfest það, sko. Skömmu eftir hlupið þá kom ég heim sagt, og ég fór úr skónum sem að ég vel að minnst voru of litlir. Ég deilir sama vandamáli og Kári hana. Og ég sé sokkana mína og sko hægri sokkurinn minn er bara rauður. Rauður í kringum tærnar, sko. Og ég tek hann af og það er bara blóð, sko. Þú veist. Og þarna vinstri fóturinn minn ekkert skárri. Þannig að þú veist, þetta náttúrulega, þetta tekur alveg á, sko. Þetta er, þú veist, sem manneskjur, þá erum við kannski ekkert endilega, sko, þú veist, við erum svo óvön þessu, náttúrulega, þú veist, forfeður okkar voru kannski meira í þessu, en við náttúrulega erum svo óvön þessu og ég held að mest persónulega, ég meina, lengst það sem ég hafði áður hlupið voru svona 8 kilometrar. Þannig að þetta er náttúrulega rosalega stökk, sko. Já, þetta er 21 kilometri eða ekki, sko. Já, 21,1. Já. Og þið stoppið aldrei? Nei. En drekkið á hvað drykkjarstöðum? Já, ég var líka með brúsa. Varstu með brúsa? Já, ég tók það last minute, taka brúsa. En maður er svona eiginlega að drekka á ferðinni, sko, það sem maður veit ekki er líka peysið, sko. Nei, einmitt. Já, einmitt. Síðan líka, sko, maður finnur alveg fyrir því, allavega ég gerði það, sko, að ég þarf alltaf að halda mér einhvern veginn gangandi, þú veist, að ég má eiginlega ekki stoppa. Því ef ég stoppa þá fer einhvern veginn, þú veist, rólið mitt sem ég var á, þá bara svona fer einhvern veginn. Þetta er mjög áhugavert, sko. Já, þarf maður ekki að vera svona óbúslega einbeittur til að missa ekki viljan til þess að halda áfram að hlaupa og klára? Jú. Já. Það er svolítið þannig, sko.
Í því ljósi þá gott að hlaupa 2 og 2 saman eða fleiri en já. Ég myndi segja það, ég sko hitti þarna annan vin mín í lokin á þegar voru svona 3 kilometrar eftir þá var mitt gáðu alveg svakaleg bara til þess að klára þetta saman sko, alveg, við vorum að spretta alveg bara senasta kilometrinn sko. Já, það hjálpa manni alveg heilan hetting sko. Bara, stundum þegar maður eftir á hann stundum var ég ekki alveg með bestu orkuna og þá sá ég starka hlaupa undan hann ég bara, ég ætla ekki að lega Síðan það líka bara mjög gott sko, því að við vorum alltaf 2 saman að það mjög gott að halda hverjum öðrum í check sko. Það því að ég fann alltaf mig sko að stundum þá var annar okkar komin aðeins fram úr hinnum hvað var að pace og þá ertu aðeins að segja hinnum bara hei bara hægum aðeins á sér eða hinn segir við mig skilur þannig að við höldum góðum pace sko, það raun og verið þar sem það snýst allt sko. Þannig við séum ekki að brenna okkur líka í endan þannig að klára þetta og það skiptir líka máli, það ekki hvort þið þá eftir einhverjum eða hvort þið sjálfið brjóti vindinn, það ekki tilur það ekki eitthvað? Það var mjög hvasst sko á sæbrautinni að fara niður sæbrautina. Já, það var enda mjög hvasst. Þannig að það var mjög gott að hafa aðra hlaupara til þess að skila fyrir sér sko. Varst þú, þegar þú hljóst með öðrum vinni sem sagt, spjallið þið saman á leiðinni eða? Sko, við gerðum það alveg. Jú, við vorum alveg að spjalla en samt vorum við eiginlega mest bara að hlaupa en við sko hlupum saman að kilometer 14 síðan fórum við sundur og síðan hittumst við bara aftur í markinu Þannig að þetta ekki svona saumaklúpur alveg frá fyrstu mínútu til síðustu Síðan kannski annar okkar sem vill fara hraðar og þá gefur hann bara í skilur mig Hver var tímið þinn að spyrja? Klukkutími og 47 mínútur. Já, það aldeilis flott. Já. Þið voru báðir undir 2 klukkstundum, ekki? Við vorum undir 2, sko. Hlupum saman í mark, sko. Já. Mér fannst það mjög vel gert, sko. Já, það mjög vel gert. Þú veist, með við það að við höfum aldrei áður tekið svona hlaupaður, sko. Þá fannst mér þetta bara vera frekar vel gert, sko. Mér langar aðeins að svona fá að ferðast með ykkur í gegnum hlaupið frá ræsingu og að síðustu stundu áður en við kannski segjum líka nokkur orð bara svona menninguna í þessu öllu stemninguna og það allt saman en byrjum á þér hvað sko var startið lagður upp úr hvernig bara að vera að starta þú ert þarna í rosalega stórum hópi af fólki mikil stemning og hvað ertu að hugsa? Getur þú sagt okkur það hvernig ertu svona að setja þig inn í þessa þrekraun sem framöndan er? Já, ég var bara mjög spenntur. Ég var bara eitthvað að finna út í eitthvað með úrið mitt, eitthvað smá vesen en ég var bara að finna síðan blöðruna sem ég ætla að elda og síðan var það bara að passa skórni væri alveg réttir og ég væri alveg orðin heitur sko. Þannig að það var eiginlega sem skipti mestu máli og síðan var ég bara, svo rosalega spenntur þannig, ég var eiginlega ekki að hugsa mikið neitt annað sko. En hvað meinar þegar þú segir blöðruna sem þú ætlar að elda? Já, það eru svona hérar sem eru með blöðrur, það stendur á hvaða tíma þeir klára. Þá var ég að eldast við blöðruna sem sagði 1:50 í lokin. Nei, í byrjun segi ég. Og þannig að það eru blöðrur sem fara frá alveg klukkutíma og 30 mínútur alveg niður í 3 klukkutíma eða eitthvað svoleiðis. Og hvað ertu búin að hlaupa langt þegar þú fyrir hittir fyrsta skemmtiatrið því mér skilst að sé hellingur af fólki sem spilar hljóðfæri og er að peppa ykkur Ætli það hafi ekki verið á eftir svona 1,5 kilometr Vestur í bæ þá? Já, í Vesturbænum Og manstu hvaða atriði það var? Já, það var alveg menn með gítar og pabbi var með soundbox að blasta tónlist og bara eitthvað, alls konar hljóðfæri og hátalarar og fólk að klappa á alls konar sko. Og skiptir þetta máli að maður fái þessa hvatningu og svona eitthvað fyrir skilningavitin að meðtaka? Já, algjörlega, finnst mér. Þetta bara ítir mann ekkert eðla mikið áfram sko. Þetta bara, segir manni að halda áfram og það er svo mikil stemming í þessu og þetta bara gefur manni adrenalín einhvern veginn. Maður fann það líka sko sérstaklega allavega þú veist, munurinn á milli þess að hlaupa í gegnum Vesturbæinn
og hlaupa niður Sæbrautina rosalegur, allavega að mínum mati. Vegna þess að þegar þú ert að hlaupa í gegnum Vesturbæinn þá svo mikil stemning, það svo mikið af fólki að hvetja þig áfram með hátalara, allskyns, skemmtiatriði og slíkt. Og það bara eitthvað við orkuna sem að gera því svo mótiverðan og ég held að lykillinn kannski í þessu öllu einmitt að hætta að hugsa hlaupið. Ef þú hættir að hugsa hlaupið þá einhvern veginn fer hugurinn reik og þú tekur varla eftir því og sért einhvern veginn að hlaupa. Á meðan að þegar þú ert að hlaupa niður Sæbrautina, sérstaklega fram og tilbaka, þá þetta að þú ert með vindinn og síðan þetta líka bara bein leið áfram, ekkert nema vegur. Skilurðu mig? Engin tilbreyting. Ég samt, sko, ég var að skoða Strava eftir á. Þá var ég að fara langhraðast á Sæbrautinni. Já, var það? Já, en kannski þá með vindinn í bakið eða hvað? Nei, bara báðar leiðir, sko. Já, líka móti vindinu? Já, þá fór ég aðeins hægar heldur en þegar ég var með vindinn í bakinu, en ég fór hraðar, ég veit ekki hvað en kannski var það því það var endað spretturinn, sko. Ég held að sé meira það, sko. Já. Getur verið. Og upplifið þú líka, sem sagt, sko, mikilvægi þess að hafa öll þessi atriði í kring, sem sagt? Já, bara algjörlega. Þá verður þetta ekki bara hlaup. Já, maður einhvern veginn hugsar ekki að þetta sé hlaup fyrir maður mætir þarna bara eiginlega á Sæbrautina, sko. Og þá svona kikkar þetta inn, ég að hlaupa 21 kílómetrar í stæðan fyrir bara að hlaupa upp á gamanið, sko. Þetta mjög áhugavert og skemmtilegt að heyra. Hvað sem sagt leiðir til þeirra ákvörðunar að menn eyðileggja táneglurnar á sér og hlaupa 21 kílómetra og að drepast í skróknum í dag og svona, bara byrjum á þér, af hverju? Ég veit það ekki, þetta bara eitthvað sem ég byrjaði að gera fyrir nokkrum árum og mér finnst það bara mjög gaman. Mér finnst það ekki það gaman en mér finnst það mjög nærandi. Nærandi. Mætti kalla þig íþróttastrák? Ertu að keppa í einhverjum íþróttum? Sko, ég var í körfubolta en það ekki lengur. Nei. Þannig að þú, sem sagt, ert vanur að halda þér í þokkalegu líkamlegu formið þá? Já. Og hleypurðu þá reglulega á milli þess sem þú tekur hálft marathon? Ferðu út að skokka? Já. Hvernig æfðirðu fyrir þetta hlaup, ef eitthvað? Ég bara fór mjög reglulega út að hlaupa. Já, einmitt. Og var bara eins duglegur og ég gat. Já. En já, ég hefði nú alveg mátt að vera duglegri en ég var samt, reyndi að vera duglegur. Hvað með þig? Einhver sérstakur undirbúningur? Já, ég náttúrulega fór bara út að hlaupa alveg nokkru sinni fyrir þetta en annars ekkert eitthvað mikið, sko. Hvað hljópstu lengst? Lengst hljóp ég held ég 7 eða 8 kílómetra fyrir hlaup. Síðan var það bara beint að skella sér í hálfmaraþoni. Já. Og þinn undirbúningur var hvernig? Sko, hann var í raun og veru bara með voða lítill, sko. Ég hljóp held ég 8 kílómetra þegar voru svona 5 dagar hlaup og það sem mér þykir vert að minnast á það, sko, að í kjölfar þess þegar var komið að race day þá fann ég ennþá til í fótunum eftir þetta 8 km hlaup, þú veist. Þannig að það svona kannski segir aðeins til svona undirbúning minn. Ég var ekki mjög klár þegar kom að undirbúningnum, sko. Nei. Og maður svona hefði kannski alveg mátt, þú veist, gera aðeins meira úr þessu. Ég var eins og ég sagði, ég var í skóm sem voru litlir á mig. Ég vissi ekkert á hvað hraða ég vildi vera á. En þetta náttúrulega bara blessaðist allt í endan einhvern veginn, sko. Þannig að þú veist. Þið gerðu náttúrulega bara allir mjög vel í því að klára líka. Það eru þetta margir sem að heltast úr leik, sumir fá einhverja krampa og það getur ýmislegt komið upp og sennilega alltaf einhverjir sem að svona ná ekki að sigrast á sjálfum sér á þjáningunni eða getur náttúrulega fyllt þessu heilmikil þjáning, það ekki? Jú. Já, einmitt. Ég held að þetta hafi líka verið mikið í hausnum, sérstaklega á Sæbrautinni, bara að halda áfram og... Já. Af því aðstæður voru ekkert sérstaklega góðar til hlaupsins. Það hafa aðrir maraþonhlaupara sagt að þetta hafi verið erfiðar aðstæður út af vindi. Já. Svo var eitt sem lenti því að hún var beint á ranga braut. Já, ég heyrði tapaði tíma. Já, ég heyrði eitt sem var bara tekinn úr leik fyrir að fara vitlaust, sko. Já, ég heyrði það líka. Og en það hefur ekkert verið mál í
hálfmaraþon að þið hafði alltaf vita nákvæmlega hvert þið áttu að fara? Það var nú samt einn sem að lendi í því að ruglast sko. Einn sem við þekkjum, já. Hann var mjög góðan tíma líka. Já, mjög snöggur. Já, hann var tvíkinuleik. Þetta er rosa flott hjá ykkur. Ég óska ykkur til hamingju því að þetta er sko ekki sjálfgefið. Þú hristir þetta ekki fram á nærminni. Þú þarft virkilega að hafa fyrir þessu. Það er allir saman á það. En lýsið þið svo aðeins fyrir mér stemningunni eftir hlaupið. Svona þegar þið eruð. Ég var að nefna það í inngangnum að það er náttúrulega ótrúlega skemmtileg orka í borginni þennan dag. Og þetta er svona, þetta er jákvæðinni pepp og þetta er hjálp og hérna menn eru það sem mikill samhugur, mikill kraftur. Skynja maður það vel þegar maður hefur náð að klára? Já, 100%. Það er mjög góð stemming þegar maður kemur í mark og bara einmitt fullt af fólki að hvetja mann hann að loka metrana og síðan er fullt af mati og drykkjum og alls konar eitthvað, bara mjög góð stemming í markinu sko. Já, þannig að þessi dagur er ólíkur öllum öðrum dögum hérna. Já, alveg 100%. Á árinu. Og sko 80 keppendur, ég veit ekki hvort ég hafi giskað að vera 50 eða 70 manns en hérna fyrir utan þá, en það er rosalegu fjöldi. Já. Ég var sjálfur að reyna að fikra mig frá Fjólugötunni niður í miðborg og maður kemst ekki neitt, maður bara lappar á veggi og svo er lokað þarna og þannig að þetta er bara eitt rosalegt mannhaf, en það eru allir í rosa svona einhverjum gýr sko. Þetta náttúrulega er, þú veist, sko mannfjöldin sem er þarna er alveg bara, þú veist, þetta er rosalegt sko, hversu margir er einmitt að taka þátt og það er líka eitt sem að ég hef séð fólk setja stórt spurningamerki við. Það er sko umhaldið og skipulagið. Já, með ræsinguna. Já, með ræsinguna sérstaklega sko. Rígur á milli tveggja íþróttafélaga. Já, þetta var svona, þú veist, ég veit að ég og Kári getur verið saman um það sko, að við þarna skráum okkar sem sagt í hraðasta hollið sem var þarna marathon undir 1:30 sem náttúrulega var bara gerðsam joke sko. Það var ekkert við það sem að þú veist, það var ekkert þar sem að engin hugsun fyrir aftan það. Nei, það er engin hugsun þar á bakvið sko. En þegar við komum að startinu þá er einhvern veginn allir bara allstar, sumir störtu með keppnishólinu, sumir ekki. Startið var 8 mínútum eftir en það átti að vera. Þú veist, þetta var svona pínu. Það er svona eina sem ég get sett út á. Já, þau þurfa eitthvað aðeins að hugsa sinn gang með miskilning sem þarna var, þeir sem ætluðu að fara í ræsingu framar og í keppniflokk, þeir komust ekki og hérna, en svona í stóra samhenginu þá allir nema einhverjir svona brjálaðir keppnismenn sem eru að reyna að setja Íslandsmet eða Evrópumet, þeir kannski þegar menn hafa svona að jafna það ekkert orðið mjög mikið varir við þessi óþægindi var það. Nei, látum það ekki skikja á gleðin allavega. Nei, absolutt ekki. En sko, er það algengt að strákar á ykkar aldri, hvað eru þið gamlir? Allir 17 til 18? Allir 17? Já, 16 að vera 17. Já, þeir eru 16 og 17, allir þrír. Allir á 17 ári. Er það algengt að fólk á ykkar aldri gera þetta? Maður hefur ekki alveg 21 kílómetri sko. Það er meira algengt að þetta sé, þú veist, 10 eða eitthvað svoleiðis. En já, það er alveg eitthvað sant sko. Ég var búin að spyrja þennan Kára af hverju, ef við spyrir þig þinn sama, hvað var það? Ég hef nú bara haft afar gaman að því að hlaupa bara síðan ég var ungur sko. En ég hef ekki verið að hlaupa langt bara síðustu ár, en ég hef bara alltaf haft gaman að þessu og starki gammi tækifæri að hlaupa með honum, þannig ég bara tók að þeim leið sko. Og þú ert í fótboltanum? Já, ég er að fótbolta. Hvaða félagsliði? Ég er með Fylki í Árbænum. Já, einmitt. En þú, Karvan hjá þér? Já, ég var í KR. Þú veist í KR? Þannig út Vestbæingur? Já. Og þú ert í handboltanum ef ég mann rétt? Jú, vissulega. Ég æfi með Val og ég efast ekki það. Ég held að við getum allir verið saman um það að það að iðka íþrótt skiptir gríðarlega miklu máli. Það kemur að því að vera með gott þol sko, og vera bara í fínu formi, skilur mig. Já. Var einhver umræða í skólanum í dag? Þeir eru allir í framhaldsskóla. Er maður smá spaði í svona mánudegi eftir hálfmaraþon eða er þetta no news? Ég held að fólk vissi bara eiginlega ekki af þessu. Nei, þú veist. Ég var ekki að auðlýsa þetta alltaf. Maður hittir alveg einhverja sem að tóku maraþoni sko. Og maður fer eitthvað að spjalla við það og spyrja út í tíma og svoleiðis, en ekkert eitthvað svaka mál sko.
En eru þið ekki aðeins stoltara sjálfum ykkur í dag en þið voruð á föstaskvöldinu? Jú. Já, máli segja það, sko. Ég myndi segja það, sko. Þetta er... Og brýnir ykkur til frekari dáða? Já, alveg 100%, sko. Þetta er einmitt. Þetta er gott veganesti. Já, þetta er gott veganesti og það er ótrúlega, sko, mörkin yfir því að augra sér áfram og takmörkin eru, það er endalaust hægt að djöfla mannshuganum og líkamannum í gegnum alltaf stærri og stærri áskoranir, ekki satt. Svona marathón er kannski, það víkkar kannski ramman hjá mörgum. Já. Er það ekki? Jú, getur alveg gert það, sko. Þetta skjörum mill manna, sko, og til dæmis þá hringdi ég í þennan Kára cirka viku fyrir hlaup. Ég hringdi í henn og ég bara, Kári, kemur að taka hlaupið? Hann ekki, já, býta aðeins. Herri, já, ég til. Skilur mig. Einmitt, sko, og þetta einmitt það sem gerir mönnum kleift að skara fram úr einhvern veginn. Það þetta einmitt að... Skiptir það máli? Já, ég myndi segja það, sko. Að hlaupa á skarðið og bara gera hluti, skilur mig. Þetta eitthvað sem skiptir miklu máli á mínu viti. Klálega. Já. Þið setið marki hátt. Yes. Já, það bara þannig. Þannig ætti allt ungt fólk að vera. Og kæra þakkir fyrir að koma hér í þetta spjall við mig á Samstöðinni og til hamingju með að hafa staðið ykkur eins og heitir. Takk fyrir. Og þá dagskráin lokið hjá okkur í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Allt í lagi að minna á það sem við gerum stundum að ef þið eruð að njóta okkar þáttagerðar jafnt í Rauðaborði sem og annarra þátta og þegar við velti fyrir ykkur hvort þið viljið styrkja okkur, hvort þið viljið gerast áskrifendur þá það hægðarleikur. Þið farið inn á vefslóðana samstöðin.is, skrollið þar niður að finna hnapp sem ástendur áskrift og fyrir litlar 2750 krónur þá getið þið sagt að þið séuð eigendur að okkar fjölmiðli og öðlist kannski með því örlítið dagskrár vald. En ég heiti Björn Þorláksson, takk fyrir samverðin í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.